Þetta svo Joe Rogan, ég hef búin að hlusta á hann, eða horfa á hann í mörg ár. Og ég hef líka hlustað á hann. En mér finnst samt skemmtilega svona sjá fólkið og lesi andlit og svona. Jú, akkurat, ég skil það. Það er sumir sem að ég bara svona rambað á svona sum podcast sem þekki bara í gegnum YouTube í rauninu, sko. Það er bara vegna þess að minn YouTube-algoritmi segir, heyrðu, þú fílar þetta? Ég segi, já, YouTube, ég fíla það. En hefur þá í rauninni kynnst YouTube, en síðan bara hlusta á Spotify eða? Nei, það er einhver hlutu vegna, þá held ég mig við, sko, þau podcast sem ég hlusta á YouTube, það eru bara YouTube-podcasti mín og þau, jafnvel hlusta ég ekkert á í heilu lagi, heldur bara svona, það eru svona clips sem eru sett á minn vegg. En síðan eru podcastið sem ég hlusta á í eyrunum, það er allt annað, sko, og ég hef líka lært það að ég á mjög erfitt með að byrja að hlusta nýtt podcast. Ég byrja að hlusta, ég er kannski alltaf með einhver 3 sem ég hlusta á, og ég hlusta bara á þau, þannig að alltaf þegar fólk segir, þú verður að hlusta þetta podcast og segja ég, já, ég ætla að gera það og gera það síðan aldrei. Ég pínu þannig líka. Ég kannski með svona 2 sem ég fíla mig vel og það er erfitt að detta inn í nýtt. Já, ég mitt, þetta er einhverjum hlutu vegna, þú veist, með hvað maður er mikill neytandi, þá maður alltaf að leita einhverju nýju til að horfa á sjónvarpsþætti og bíómyndir en þegar kemur á podcastum þá er maður rosalega vanafastur í strax bara orðin svona gamall kall. Ég hef bara alltaf hlusta á mitt Conan O'Brien og ég ætla ekki að fara að hlusta á eitthvað annað. Eins og sérst á hann sko 70. Já. Þú ert ekki það gamall? Nei, en ég meina þú veist. Ertu ekki orðin 44? Ég er 43. 43? Ég byggðist forláts. Já, oh my god. Móðgæður? Nei, ég þurfti að muna sjálf hvað ég var gamall. En hvar býr þú í dag? Ég bý í Berlín. Ég á heima í Berlín. Ég er einn af öllum sem ég þekki, þá er ég mest í ferðalangurinn. Vegna þess að enginn er að ferðast þetta ár, en ég er búin að fara á milli landa núna 3 í COVID-inu. Hvernig hefur það gengið? Það er ævintýri, sko. Fyrst var það mjög skemmtilegt vegna þess að þegar það var sko í fyrstu bylgju og allir það var miklu meira panik og svona meira heimsendafílingur, þannig að ég fór í eina flugvél frá Berlín til London, gisti í London eina nótt og það voru 3 farþegar alls í flugvélinni til London. Og svo var flugvöllurinn alveg tómur, sko, það var nýskollið á svona full-on neyðarástand í London, ég vissi ekki bara að maður mætti fara á þangað. Ég fór á eitthvað mótel þar, sem að ég þorði ekki að snerta neitt þar inni. Þess að svona London var auglýst sem bara, eitthvað, þú veist, það var bara svona eins og New York í Escape from New York, það var bara svona... bara kemst ég hérðan. Já, þú voru fastur það. Já, og það var rosa ævintýrlegt, en síðan núna þá er bara, núna er dott í einhverja rútínu aftur, það er alltaf hægt á flugum sem fresta, en þetta er bara allir með grímu og í bestu tilfellum þá er líka takmarka sætapláss í flugvélunum, þannig að raða þannig niður, auk þess þá eru bara færri að ferðast. Og finnst þér andrúmsloftið eins og flugvélum og í flugvélum? Finnst þér aðeins að róast þess að? Það er alltaf, fólk er byrjað að venjast þessu, það er eiginlega, það er alltaf gallinn við svona ástand að við venjust þessu ósla fljótt og núna er komið mjög svipað neyðarástand og var áður en við erum ekki næstu panikuð, sko. Bara, já, betur, hvernig gerum við þetta aftur síðast? Betur, eru sundlögu lokaðar? Meðan, sko, ég man síðast þá bara var ég ósla strangur við sjálfa mig og alla reglur, núna þarf ég svona að fara á netið og tjekka, betur, hvað má núna, hvað má ekki, maður er... Svolítið ruglaður? Já, maður er ekki jafn mikið með puttan á púlsinum. Nei. Maður er eiginlega óábyrg, maður er svona, ég finnst þess að maður er hætt á að verða óábyrgari núna, en ég held að ég þurfi að passa mig, veist, ég er að fara til Þýskalands í næstu viku, ef allt blessast, og svo fer Þýskaland bara í eitthvað lockdown. Já, er það ekki? Þeir eru að fara að gera það núna? Já. Þannig að ég veit ekki eins og hvort ég komst á það. Já, þú meina það? Já. Já, kannski hlæja því. Ég meina, það má alveg hlæja þessu, sko. Þetta er svo surrealist ástand, maður. Já. En finnst það mikill munur á
ástandun í Þýskalandi versus hérna heima? Mér finnst ég vera öruggari í Þýskalandi en það bara vegna þess held ég að ég skil tungumáli hér, þannig ég heyri fréttirnar hér og alla tala saman hér, en í Þýskalandi ég bara fastur í minni bólu í minni íbúð þar og þar ástandið þannig að maður bara með ef maður fer í eitthvað staðar út í búð eða á kaffihús þá bara fer maður þangað með grímu en ég bara sleppið því þá eiginlega og bara einu skiptin sem ég fer út bara til að hlaupa eða til að kaupa í matinn og svo ég bara uppi í íbúðinu minni þannig að þar maður bara í algjöru bólu og bara jafnvel fer bara óvart í sóttkví tala ekki við neitt í 2 vikur bara heyrðu ég tók sóttkví og fattaði ekki ég skilu og bara að spila eitthvað tölvuleika með hann En eins og því þú ert listamaður, þú ert að skapa sjálfur finnst þetta ástand hafa hjálpað þér eða þetta búið að vera verra fyrir þig? Það hefur alveg gert einhverja góða hluti það hefur tekið frá mér og gefið mér ég flutti til Berlínar til þess að vera vegna þess að þar getur maður bara stundað uppistand ég get farið það það stór uppistand sena í Berlín að ég gæti ef ég vildi verið bara á 2 svar á hverju kvöldi á mismunandi stöðum með tróðið upp sem að svona þannig gera menn það í New York og svolítið þannig eru grínist að þeir bara fara út á kvöldin og æfa efni sitt kvöld eftir kvöld og ég hugsaði að Berlín væri fullkomin stað fyrir það en svo skall þetta á og þá náttúrulega ekki sniðugt að vera á crowded stað og tróða og deila mikrofónu með fullt af einhverjum gaurum Nei Þannig að það datt niður en ég hef farið þeir hafa senan hefur haldið áfram með mitt bara takmörkuðu sætaplássi óslega margir í salnum grímur þannig og það ekki skrítið? Já maður getur ekkert séð hvort að fólk að brosa eða ekki Nei, nákvæmlega og maður bara hlusta eftir hlátrinum og hann alveg skila sér í gegnum grímurnar en síðan líka færi maður svona svampsmokk til að setja á mikrofónin Já, þú meina það svið, þá bara setur maður öryggið á oddinn en ég held að ég ætla bara að bíða þangað til þetta búið og þá byrja aftur að grínast ég nenni ekki að taka þessa áhættu bara til að segja ykkur á brandara En ertu þá að nýta tíma núna að skrifa nýtt efni og brandara og svona? Já, ég nú ekki mikið að skrifa efni fyrir svið nema bara svona þau örskipti sem að það kemur til mín en var mjög oft málið við það að ég skrifa uppistand með því að bara svona vera með eina pælingu fara kannski eina setningu eða svona byrjun á pælingu og fara á svið með það og fara góð viðbrögð þá verður eitthvað til aukalega bara á sviðinu þannig að ég skrifa eiginlega á sviði ég fer og ég tek alltaf upp settið mitt og ef ég segi eitthvað nýtt þá gleymi því leið en sem betur fyrir ég búin að taka það upp Býtu þannig að þú ert ekki með alveg svona skrifað efni? Nei, ekki beint? Nei, ég bara með þú veist, ég kannski með einhverja eina pælingu hunda og ketti að ég bara var að pæla til mér nýlega að hundar og kettir þeir eru vist með sama svona official árafjölda hundar eru með, þú veist, hundaár eru 7, þú veist, 1 dagur, eitt ár hjá hundum, hjá manni eru 7 hundaár, sem þýðir að 1 dagur hjá manni eru 7 hundadagar, sem að útskýri hvers vegna hann svona ógeðslega glaður að sjá þig alltaf þegar þú kemur heim úr vinnunni vegna þess að hann búin að vera, þú veist, búin að vera burti í 7 daga, fyrir honum. Já, ég skilji. Útskýri líka hvers svona kettir þegar þú kemur heim til þeirra, þá eru þeir bara, átt þú ennþá heima hérna, Já. Þannig að ég hef með eitthvað svona byrjunarpælingu á svona hvernig hundar og kettir skilja tíman og ég bara með það, svo fer ég með það á svið og segi þetta og ef það fær góð viðbrögð þá verður eitthvað til vegna þess að allir er svona glaðir, þá fær maður svona sjálfstraust og segir bara óvart eitthvað í viðbót og svo allt í nefnir maður bara byrjar að bulla og því betri sem að viðbrögðin sem að maður fær frá salnum því betri verður brandarinn því meira verður til, þannig í rauninni þá þarf ég að fara á svið til þess að verði meira til. Ég sem offstage kannski 5% af efnunum mínu
og restin verður til á sviði. Það sem áhverst, af því þegar maður hefur heyrt svona viðtöl við grínista, flestra virðast skrifa efni. Já, það eru margar leiðir, sko, sumir skrifa það bara alveg, sumir skrifa það bara svona eins og prósa, eins og bara þessi einleikur, eins og George Carlin, hann skrifaði bara allt efni sitt, sko. Bara svo handrit. Já. Aðrir eru svona, svo eru margir eins og ég, gera þetta verður til að sjálfa sér, sumir bulla bara alveg gjörsalega, sko, það eru Billy Connolly og Jeff Garlin eru báðir einhverjir sem að skrifa aldrei efni sitt, heldur fara á svið og svo gerist bara eitthvað. Já, finna bara einhverja orkur frá áhörundum og... Það mjög öfundsvert. Ég myndi einhvern veginn halda að það verið erfiðara. Já, þetta bara fer eftir hvernig heilinn manns virkar, sko. Sumir eru bara með þessa orku, sumir bara eru algjörlega drifnir áfram af salnum og aðrir eru bara einfallega með þetta stærðfræðilega útlistað á einhverju blaði sem þeir bara æfa utan af eins og leikarar og svo bara allt þarna inn á milli, sko. Já, þetta mjög áhugavert. Já. En nú ertu búin að gera þetta mikið, þú ert búin að gera teiknumsögu, bækurnar, varst ekki eitthvað að skrifa skaupi líka? Jú, og að því núna. Ert þú að skrifa nýjasta? Ég einn af þeim, einn af 6 aðalum sem að skrifa skaupi núna. Og getur þú að gefa okkur eitthvað tís? Já, það verður alltaf að tala svolítið COVID. Grunaði það? Það verður 1 eða 2 brandarar COVID og svo leis. En hvað, og bara er þetta bara núna, tekur mesta tíma hér? Já, akkurat núna, þá svolítið vegna þess að við erum að fara að læsa skrifum, sko, og fara í tökur. Og þannig að núna verið að svona reka á eftir að endur skrifa, sko, já, endur skrifa svona þeir þá sketsa sem enda í skaupinu, þannig að maður svolítið svona á skaupvaktinni núna, við erum búin að vera meira svona laus, því meira snemma sem við erum í ferlinu, því lauslega erum við, svo náttúrulega bara íslenska leiðin, þegar deadline nálgast, þá bara drífu okkur. Þetta reddast. Já, akkurat. En nú erstu með hópa fólki að skrifa það? Já. Hvað sagði, þið 6? Við erum 6, já. Hvernig virkar það? Þú veist, hittist þið öll, eða þið bara að kasta fram og tilbaka einhverjum hugmyndum á Facebook, eða? Já, jú, það svona lítið spjall á Facebook, bara í Messenger og svo já, náttúrulega hittust við ekki, heldur bara Zoom-fundir. Já. Og allir skrifa bara það sem þeim dettur í hug og lesum fyrir hvort annað og það sem virkar heldur síðan áfram, sko. Og þetta finnst mér mjög sniðugt upp á sérstaklega skaupið vegna þess að þetta þarf að höfða til svo margra. Þá mér mjög sniðugt að hafa svona marga sem skrifa, þá verður bara alls konar stíll og verður líka það mikið að mismunandi svona stílum að það verður stílinn, þessi blanda, sko. Ég skilji, þessi súpa af fólki. Akkurat, sko. Ég held að það sé sniðusta leiðin til að skrifa skaupið bara einfaldlega að ná eitthvað svona þverskurði, sko, á þess að reyna það samt, vegna þess að bara fyrst og fremst fyndið og það sem að fólk hlæra, það það sem að ratar áfram í second draft og third draft, sko. En eins og með að þetta skaup, og eins og segir þetta fyrir marga, ef þú beðin bara eitthvað hugleikur til að skrifa þetta bara einn, þú veist, myndur bara eiginlega að segja nei við því, eða? Ég bara, það væri óréttlátt fyrir mig og þjóðina. Ef ég myndi skrifa það einn, þá myndi það vera mitt verk og þá, sko, að nógu leiðilegt. Já, ég náttúrulega ger ekki sjálfur með það að kíkja á kommentin eða eftir, þú veist, á 1. janúar, Þú gerir það ekki? Nei, ég sleppi, sko. Ég mjög ánægður með sjálfur mig, bara hvað var þar, já, bara öll komment, ég hættur að lesa þau. Já. Og ég held, og það ekki vegna þess að ég svo þroskar, það vegna þess að ég bara það upptekinn og það mjög góð stað til að vera á. Og þannig að verða alltaf það verður alltaf einhverjir reiðir og það eiginlega verður líka að vera þannig, fólk verður að vera með skoðanir á þessu, sumir verður að vera pirraðir og tala um einhverja pólitíska slagsíður, aðrir verður að segja þetta var ekki nógu rætið og sumir, þú veist, það vegna þess að allir eru að horfa á þetta, þess verða alla skoðanir á þessu og ég man eitthvað fyrir langa löngu, þá man ég hafði skoðun á okkur skaupi sem var bara svona, þetta var þetta eitthvað basic en þetta 4. skipti sem ég skrifa skaupi, ég var með
í fyrst 2006 og eftir það, þá hefur mér fyndist öll skaup góð. Eftir bara að hafa tekið þátt í einu skaupi bara, já, ok, þau eru öll góð. Það að einhverjum hafi tekist að gera þetta bara æðislegt, þau eru frábær, þannig ég hef bara jákvæða skoðanir. Saman í hlægi ekki einu sinni bara, þetta var flott hjá okkur. Já, bara upp á þú virðingu fyrir fólkinu að bara hafa náð að gera það. Já, ég skil þig. Þetta svakalegt gigg, sko. Ég trúi því nefnilega, því að fólk svo fljótt að gagnrýna. Já, mjög fljótt að gagnrýna og það skemmtilega, sko, sem að tekur eftir núna eru, sko, gárungarnir sem að spá hvernig skaupi verður, svona, þeir munu taka Kára á þannan hátt og lalalala og þegar maður sér þannig komment þá svona, jafnvel freista maður bara, gerum bara það sem þau halda við ætlum að gera, gerum nákvæmlega það sem þessi sniðu gaur að stinga upp á. þessi skrifaði þarna skets fyrir okkur. Hefur það komið til tala sjálfurinn eða? Sko ekki þegar ég hefur skrifað skaup, en ég man að þegar að þetta var árið sem að Gangnam Style var vinsælt og þá held ég var bara eitthvað svona grúpa á Facebook sem bara svona við viljum ekki að það veri gert komið Gangnam Style skets í skaupinu og mér skilst að fólki sem gerir skaupi þá var bara fuck you, við ætlum að gera bara vegna þess að þið gera þessu grúpu. En þegar það kom þannig, eitthvað lag. Gera eitthvað Óla Ragnar stæla eitthvað alveg. Já, emmitt. Þeir eru bara svona fuck you við hennar sem skrifaði það. Fóru alla leið í pappa bróðarar, sko. En eins og þegar þú ert að gera svona teimsögur. Já. Ertu ennþá að gera svona bækur, eða? Já, ég er ennþá bara að prumpa þessu út, sko. Reyni að gera, bara teka þetta annarkvort í romsum, gerir kannski 10 á einum degi eða svona, svo bara svona einn og einn þegar þetta kemur til mín. Ég er alltaf með svona litla vasabóka á mig sem ef að kemur ykkur hugmyndabrandara þá skrifa ég það bara undir eins niður. En hvernig þá gengur þetta ferli fyrir sig? Þú færði svo hugmynd, skrifa hana niður, ertu mikið að endurskrifa þessa brandara eða hvernig virkar það? Nei, það er eiginlega bara það sem að þú sérð er í rauninu fyrsta atlaga brandaranum, þannig að þú veist ef það er eitthvað svona, ég skrifaði bara í haustunum á mér þangað til ég fatta nákvæmlega hvernig það eiga að vera og það vegna þess að það eru svona litlir og stuttir þá tekur það nú ekkert langa tíma sko. En allar bækur svona þessar spýtukallabækur þær eru skrifað þannig að svona 50% er skrifað bara svona yfir árið þar sem er komið til minn hér og þar og svo er restin skrifuð í paniki fyrir deadline og svo bara blanda ég það saman og ég veit ekki mununa á eftir sko. Ég man aldrei hvort ég gerði í flýti og hvort ég gerði úthugsað. Hvort virkar betur fyrir þig? Þú hefur bara svona allan tíman í heiminum eða þú erum deadline? Í þessu tilviki bæði sko. Það vegna þess að bara þannig er spýtukallabandara ferlið en þegar ef ég á að skrifa leikrit eða skrifa fyrir sjónvarp þá er deadline og þá það er rosa góður drifkraftur að vera samningsbundin til að skila einhverju á þessari ákveðnu stundu þá verður oft til að verða ótrúlegustu hlutir til sem að maður fattar setna og voru bara heldur góðir en þegar maður skrifaði bara þá hugsaði maður ok, ég gerir bara eitthvað svona ok, þetta hlýtur að reddast og svo bara, þetta var nú bara heldur sniðugt hjá mér vegna þess að ég fekk ekki tíma til þess að efast það sko. Nei, það er góða punktur það er svolítið gott að vera settur á þann stað þar sem maður bara maður má ekki ofhugsa það eða mikla það sko. Nei, þá getur maður að fara út í eitthvað rugl sko. Já, maður er svolítið manns ein versti óunnur en já, ég er svona að reyna að temja mér sko sama svona vinnu siðferði og Roger Corman vegna þess að hann framleiddi ógeðslega mikið af kvikmyndum og það er svolítið svona ekkert endilega hljómar ekki vel en hann var sko meira gæðastjórnunin var ekki númer 1 heldur bara að þetta var til og hann framleiddi svona exploitation myndir þannig að það þarf að gera eina risaðalu dópista mynd það þarf að vera dóp í henni, það þarf að vera risaðalur og það þarf að vera nekt svo lét hann bara eitthvað fá það og þá bara þurfti leikstjórinn gera handrit sem þannig getur verið gott handrit, getur verið slæmt það er allavega nekt og risaðalur og dóp í henni þannig að það mun seljast
og svo bara klárast það, kemur eitthvað svona semi-góð eða ég er bara léleg mynd en mér fannst bara svo góð etik í því bara svona við ætlum að gera þetta og koma þessu út og það verða einhverju sátti við þetta það getur gaggrínendur verið líklega ekki sátti við þetta en fullt af einhverju fólki sem vill fá nekt og risaðilur verður mjög sátti við þetta. Já, það eitthvað sem sagði ekkert við mig sko ef þér finnst eitthvað cool þá mjög líklega einhvern öðrum finnst það líka. Já, það er einmitt það sem ég hugsa sko ef mér finnst eitthvað fyndið þá hlýtur að vera eitthvað annar, annars er ég bara eitthvað skrítinn sko. Já. Það er bara eitthvað annar sem fílaði þarna. Uppáhaldsbrandararnir mínir sem ég skrifa eru þeir sem ég held ennþá að ég er svo eini sem fíli sko. En þú verður líka þú ert að búa eitthvað svona til. Þú verður að skapa þér sjálfa þig. Já, það er númer 1, 2 og 3 og það er líka einmitt þetta sem að sko gerist. Það er það sem að þegar maður ofhugsar hlutina þá er maður oftast að hugsa hvað mun fólk fíla þetta, hvað mun fólk finnast þetta. Og þess er bara mjög mikilvægt að vera upptekinn og panika, það fær maður ekki tíma til að hugsa það sko. Nákvæmlega, getur ekki ofhugsað? Getur maður ekki ofhugsað. Það er mjög hættuleg braut að ég man eitthvað tíman þá var ég í einhverjum hóp sem var að skrifa, vorum að sko bara svona skrifa outline að sjónvarpsþáttum sem urðu aldrei til. Og þegar ég var þarna að pitcha svona brandurum, þá kom stundum kommentið, já en þú veist, eitthvað, Kalli út í bæ mun ekki fatta það. Og ég bara, já, en þetta er ekki fyrir Kalla út í bæ, þetta er fyrir okkur. Við föttum það. Já. Við eigum ekki að stilla brandarana svo að einhver annar fatti þá. Það er svo sem alveg hægt að búa til einhverja svona praktískar málamiðlanir en maður að vera að passa sig að reyna ekki að semja eftir einhverjum einhverjum skoðanakönnunum. Einmitt. Svo það eru eiginlega allar rangar svona þegar kemur að list sko. Sástu þættina Heroes sín tíma? Já. Ok, ég veit þú manst eftir þessu en gæði sem gerði þá hann gáði fyrstu sérina og bara geggja vinsæl og allir dýrkuðu þetta svo kom 2, fólk var ekki alveg sátt við hana fólk var að kvarta, gaggrina og hann skrifaði opinberlega afsökunarbeðinni. Já, ok. Ég veit þú manst eftir þessu? Það mér rámar eitthvað í þetta, sko, hvenær gerði hann þessa afsökunarbeðinni? Bara nýlega? Nei. Þetta mér minnir þetta sem milli séri 2 og 3 og hann lét hafa þetta svo mikil áhrif á sig, það sem fólk var að segja. Já. Og mér fannst þess að hann fór að skrifa þess að þetta fyrir aðra. Já. Akkurat, það getur vel verið. Þeir urðu allavega mjög fljótt svona endurjórtrun á sjálfur sér og alltaf endur tóku sig alveg sko, var ekki fyrsta serían var bara já, ég er komin úr framtíð, ég sá framtíðina, við þurfum að stöðva heimsendi sem er í framtíðinni. Já, bjarga klappstýrunni. Og svo bjarga klappstýrunni og svo gerðu það og svo kom næsta sería, en núna er annar heimsendir í framtíðinni. Já. Og þá var þetta svona, ok. Þetta var lélegt. Já. En mér finnst það bara stundum svolítið hættulegt þegar, og kannski ekki hættulegt, en mér finnst það leiðilegt þegar þeir sem er að skapa eitthvað fara að hlusta aðeins svo mikið á áhörundur og eru farið að svolítið svona korskorrekta út af hverju gagnrýni. Já, nákvæmlega. Nei, það er maður bara núna því meira sjónvarp sem maður horfir á því auðveldar því svona augljósara verður þetta þegar þetta gerist, maður spottar það strax bara, nei, núna er verið að mata okkur, núna er verið að reyna að þóknast okkur og þetta er mikið núna svona fanservice þegar koma bíó, oft er að koma framhöld tek eftir þessu sko sérstaklega í framhöldum af grínmyndum eins og til dæmis Zoolander 2 eða Anchorman 2 að það er svolítið mikið að referensum í fyrstu myndina, ég kalla þetta callback brandara þar sem að bara manstu fyrir að við sögum þannan brandara í fyrstu myndinni. Það er svo lélegt. Nú erum við að gera aðra útgáfunum og maður bara, nei, ekki gera það og það er líka bara, þú bara meira vegna þess að þegar ég sömdu brandarann fyrir fyrstu myndina, þá vissu ekki að þetta er það sem eru kvótað. Sko. Nei, nákvæmlega. Það var slys og núna eru að gera viljandi og þá er bara svona, já, ok, jú, ég man. Mér finnst það bara svo, þetta er leti. Já. Mér finnst það leti. Eitthvað, já, þér fannst þetta ógeðslega fyndið fyrir 10 ára síðan. Já. Finnst þetta ekki fyndið aftur? Nákvæmlega, mér finnst miklu skemmtilegur þegar það er bara svona, þegar, þetta er sérstaklega í gamanmyndum, sko, vegna þess að
þá er meira leyfi til þess að fíblast. En einmitt, þess vegna gerist það gjarnan að gamanmyndir númer 2 eru einhvern veginn algjörlega síðri og einmitt, bara svona fanservice, sko. Rung. Já, Star Wars gerði þetta núna líka mjög mikið, sko. Ég ætla að spyrja út í þær, nýju myndunar. Já. Hvernig finnst þér þær? Ég eftir að horfa þar aftur alveg í gegn. Ég var hrifnastur á Last Jedi. Það? Já. Þú veist, hún var svo hún var bara svona full on weird og líka með flotta atriði en svo var náttúrulega þessi spilavítis plánutan og Benicio del Toro karakterinn var þarna bara að eiginlega engri ástæðu og jú, fullt í plottinu sem hægt að gera út á svo sem en mér fannst hún vera svona mest hún var mest bara öðruvísi, sko. Þess að Force Awakens var eitt stórt callback í A New Hope og svo var Rise of Skywalker svolítið J.J. Abrams að bara, ok, ég ætla bara að gera það sem ég hefði gert líka. Ef ég fengi Last Jedi, þá hefði ég gert þetta. Mér fannst þér svo, sko, hann sem var svona að hunsa Last Jedi og setja þú veist, mynd nummer 2 og 3 saman í eina mynd og svo mikið fanservice bara, og núna kemur þetta gameskip og þessi, manstu þessi og núna koma allir og í lokadæminu þegar allir mæta ég vildi óska þess vegna sem að sá, það er svona gameskip og svona gameskip, ég vildi óska þess að var eitt svona Jar Jar gameskip ég hef verið mjög glaður að fá svona Jar Jar callback í hann ég meina, ef þú ætlar að gera það þú verður að viðurkenna að Jar Jar hluti af þessu heimi, officially. Algjörlega. Láttu the Gungans fá sér degi gameskipi og loka barðaðanum. En mér fannst bara svo áhört við þessar nýju myndir, þessar 3, að mér fannst það eitt stótt klúður bara. Já, algjörlega. Og mér finnst bara, þar voru leikstjórar, því Ryan Johnson gerði náttúrulega Last Jedi. Já. Hann hunsaði svolítið það sem að JJ gerði. Þeir hunsaði bara hvort annan. Já, hvað er í gangi? Þar ég að horfa á það á hvíttjaldinu, þegar ykkur 2 leikstjórar er að rífast, eða? Þetta var einmitt, sko, eins og svona söguleikurinn þar sem að einn segir eina setningu og næsti segir næsta setningu, nema að hann beygði algjörlega út af sporinu, hann Ryan Johnson, og svo kom JJ átti að gera aftur og þá bara, fara aftur á mínu braut. En það var eins og það var bara engin ritstjórn, sko. Það vantaði alveg eitthvað svona Kevin Feige til þess að vera með heildarmyndina á hreinu. Í samanlegar. En eins og hina myndin sem komur, svo Solo og Rogue One og svona, hvernig veistu það? Mér finnst Rogue One eiginlega að vera besta Star Wars myndin. Frá upphafi? Ég bara sko núna er Rogue One, þegar ég horfði Rogue One síðast, ég er eiginlega, þú veist, það hljómar svo guðlast að segja, en bara Rogue One og Empire er að rífast efsta sæti í augnablikinu, sko. Vá, þetta er stór orð. Já, hún er alveg klikk, hún er bara svona, hún er rosalega, lítur út eins og bara A New Hope, sko, svona heimurinn, nema bara skítugri og er eina Star Wars myndin sem hún er svona mesta stríðsmyndin af stjörnustríðsmyndunum, hún er bara stríð, þú veist, og bara full af dauða og vonleysi og er líka ein stór, þú veist, bara tekur þessa Death Star pælingu og með ykkur svona Oppenheimer pælingar, þú veist, hvað var mannin sem að skapaði Death Star, þannig að það er alveg svona með vísanir í veruleikan, maður svona smá, seinni heimsstyrjaldar svona vibe yfir þessu, þannig að maður skynjar sko svona hættuna svolítið. Hvernig fannst þér þeir voru að tölvugera? Eins og Carrie Fisher? Já, það eru svartir blettir á þeirri mynd, sko. Ég er alveg bara, ráðið bara eitthvað leikara. Það er það sem það gerir, sko, ekki, það er að, hvað sem hann heitir sem tók við af Richard Harris í Harry Potter, ef hann hefur bara hún hefur breytt í Richard Harris, nei, hefur bara færði nýjan leikara. Ég var meira sá því, sko, bara að, ef að, sko, fyrst að Carrie Fisher dó, þá kemur bara einhver önnur leikona og leikarana og ég hugsaði bara Meryl Streep, ráðið Meryl Streep til að leika General Leia vegna þess að hún lék mér þess að eiginlega Meryl Streep hefur þegar leikið Carrie Fisher í Postcards from the Edge sem er byggð á skáldsögu sem er sjálfsævisögulegri skáldsögu eftir Carrie Fisher. Ég vissi það ekki. Þar sú mynd, þar leikur Meryl Streep karakter sem að Carrie Fisher byggir á sjálfri sér
og ég hugsaði, það meika bara sens setið þið bara snúða í hárið á Meryl Streep það tekur enginn eftir sér og líka hvernig þetta heiðra Carrie Fisher meira en að Meryl Streep taki við kynnliðum sko. Það eða að laga Last Jedi þannig að það var Leia í kamikaze atrinu þar sem að ekki Laura Dern já. Það hefði náttúrulega verið rosa flottur döðdagi fyrir, það hefur svona viðeigandi hetjulegu döðdagi fyrir Leia sko. En hvað fannst þú þessu í Last Jedi? Mér fannst það mjög einkennilegt þegar ég notaði þessa tækni til að sprengja hérna eitthvað Já, til að ljóshraða sig í gegnum Já, mér finnst það mjög flott En finnst þetta ekki svona pínu skrýtu? Akkur er þetta ekki bara notað alltaf? Já, vegna þess að þú ert að drepa sjálfa þig í leiðinni, sko. Ég þetta var svo geðið effektiv. Já, það er alveg, þeir ættu náttúrulega að gera þetta. Þetta er náttúrulega hryðjuverka menn, the rebels, sko. Þannig að það er skrítið að sé ekki að gera þetta oftar. En ég vissum til dæmis í öllum þessum dogfights í geimnum þá þegar að það er búið að skjóta þig niður og þú veist þú ert dauður þá reynur allir að stýra skipinu þínu að þeir eru alltaf að því, þeir eru alltaf að rapa í Star Destroyers og svo leis. Já, reyndar, en þeir hafa ekki að nota svona lightspeed þess að gera það. Nei, þú þarft að hugsa svolítið hratt þarna sko. Já, mér fannst þetta einhvern veginn svona pínusvindl. Já, ég meina þeir eru alltaf að drepa sig. Ég meina getur ekki gert þetta á þess að eiginlega þetta í skip, þannig að kannski það er ástæðan að gera þetta ekki alltaf. Það er góð pæling. Önnur spurning. Hvernig fannst þið þegar að Princess Leia flög hann í Last Jedi? Það fór í taugarnar á mörgum, en ég bara, hvað, er þetta ekki bara Force? Þetta er svo astnalegt. Hún er bara svona eins og engill. Ég meina, þau eru búin að, það var mjög mikið að nýjum Force aspektum sem var skrifað inn í þessa nýju trilógíu, sko, eins og þessi símtöl sem var tekið og projektaði líka mér fannst það rosa flott en þetta var allt bara, og þú getur líka gert þetta en það voru einmitt bara, í 6 myndum það voru ekki búin að það var Force einu sem gert með það er það að færa hlut, það var bara telekinesis og stundum smá svona hugsana hlutningur og fest að vera draugur þegar þú deyrð það var það þrenna og þegar þú deyrði út góður þá gufar upp, en út vondur þá ertu bara lík. En hvað finnst þér það? Þeir settu inn Hayden Christensen í Return of the Jedi. Já, náttúrulega viðbjóður, sko. Ég vegna þess að hann á bara að vera eins og hann er þegar hann dó. Gamleikarlinn. Ekki breytist Alec Guinness í Ewan McGregor. Ákveð finnst þér að búin að fikta eitthvað það líka? Er maður mismina? Það er til allavega 3 útgáfur á Phantom Menace, veit ég, þar sem er búið að vera að laga Yoda, hann var brúða fyrst og Lucas var ekki náðan með það setti í CGI og svo bara, nei, ekki nota brúðina ég manna ekki. En hvernig fannst þær myndir? Sú trilogy? Þær eru ég er svona apologist sko í rauninni vegna þess að þær eru allavega sko ég með svona svipaða skoðun á þeim og þú veist, Zack Snyder, Superman og Batman dæminu, sko, sem er bara þetta er ógeðslega bjánalegt en þú allavega gerði það sem þú vildir ég er svona listamanna respekt fyrir þig, bara þú gerði þetta, flott ég meina, þú bara einfallega einmitt, klestir skipunuðinu Há með eitthvað sín? Já, með eitthvað sín, það er satt sko upp á það þá er söguþráðurinn sko allur þessi viðskiptabans njósna söguþráður sem að er þarna í gegnum myndirnar 3 hann er alveg coherent hann er þarna en ef bara Lucas er svo lélegur í að leikstýra drama sammála það er bara eitthvað að vantar eitthvað skynjun sem að hann er bara svo mikill nörd sko þannig að það er svona eitthvað félagslegt aspekt sem að vantar í hann sko ég basically að segja að George Lucas sé með Asperger syndrom allavega eitthvað staðar á spektruminu og vegna þess að það verður allt svona það er svolítið eins og 12 ára barn sé að skrifa ástarsögu þessi ástarsaga þarna þeirra milli sko og bara og ekki besti casting director Ewan McGregor er frábær en Hayden Christensen þú veist
það einmitt það sem að ég hef þessum umdeilanlegt og einmitt ég fyrir fram og tilbaka með hans casting snilld eða stórslis en máli það að hann svo ógeðslega óþolandi að það ekki pínu, þú veist, ég meina hann sko svona, þegar hann úlingur þarna í 2 eða á að vera eitthvað skonar, hann svona óþroskaður og sjálfselskur og hann svo óþolandi úlingur allan tíma allan tíma svona bara eins og bara svona, eða maður verið flokkstjóri í úlingavinnunni, þú veist, ég man eftir bara svipuðu tilfinningu þegar ég var með eitthvað svona verstu gelgjuna sem var alltaf með stæla, alltaf þannig var hann hann var sko það óþólandi að maður hugsa bara svona, já hann alltaf ógeðslega óþólandi. En áttu að hata hann ekki? Ég held sko að það var ekki pointið, en það var svona næstu, þú veist, en eftir að sko þegar öllur á botnum kvöld þá Star Wars þannig að maður byrjar að elska það út af göllunum sko. Það uppáhaldsatriðin mín hallarslega atriðin. Ég man þegar ég var yngri þá þoldi ég ekki verðlaunaatriðið í A New Hope bara og núna kemur verðlaunaafhending. Það með lokin? Já. Og allir daddara, allir að brosa og slá bjána. Ég fílaði það alltaf. Já, einmitt núna þá þetta uppáhaldsatriðin. Ég finnst það svo æðislegt. Myndin búin og nú fá allir verðlaun. Það bara, yes, akkur enda ekki fleiri myndir þannig. Þú átti þetta skilið, Hugleikur. Og svo náttúrulega frábært fanservice í Rise of Skywalker þegar hann Chewbacca fékk loksins orðuna sína. Já, ég hata hann svo mikið þessa mynd. Ég hata hana. Já, hún algjört veist. En máli það að ég held að það varnarmekanismi. Þannig að núna horfi allt sem astnaldur Star Wars ég búin að snúa því í sko bara, ok, ég elska þetta. Núna ég held að það sé bara svo ég þoli príkvölin, þá ég byrjar að elska hvað hann óþolandi. Mér finnst samt hann Kylo Ren hann tók líka óþolandi úlingin á þetta nema hann gerði það að hann bara betri leikari miklu betri leikari hans, þú veist, persóna þar bara svona, ég bara sannfærður hans sásauka, ég bara svona hann skilar þessu sko Þú kaupir þetta? Já, en meðan þú veist, atriði þar sem að Anakin að tala sandin í sá mónulókur hvað var það ekki þegar voru eitthvað svona ástar eitthvað svona engi ástarplánutinni alveg já oh my god, það var svo en áttu uppáhalds príkúlmynd, svona skásta hvað er þetta besta? Ég held að það sé bara Revenge of the Sith sko. Já, hún skásta já, hún það og ég að fara að tjekka á þessu Clone Wars dæmi sko sem að gerist svona samhliða þeim myndum og ég googlaði eitthvað svona Clone Wars þættirinn sem þú þarft að horfa á en ég nenni ekki að horfa á allt. Þetta er svo margar serjur, svo margir þættir. En mér skilst að ef þú horfir á réttu þættina þá færði hvað heitir þessi karakterina Osaka eitthvað sliðis. Osaka Tano, heldjón heiti. Mér langar að kynnast henni eins og hún að fara að koma í Mandalorian. Hvernig veist þið Mandalorian? Geggjað. Já. Og þá mér langar að svona að mér gaman líka að mér skilst að Clone Wars hafi svolítið fengið að svona laga hólur, fylla upp í hólur í prequels til þess að til að friða allavega nördana sem eru bara svona, já en af hverju, hvað svona mér skamur þegar það gert eins og í Rogue One bara, af hverju svona auðvelt að sprengja Death Star, já vegna þess að kallir sem að hanna eða vildi ekki hanna það. Mér fannst, ég vil sé eitthvað á Clone Wars teiknumþáttunum, þeir alveg skemmtlir þetta alveg vandað sko. Já, mér skilst að þetta sé bara mjög gott stöf og svo skilst mér einmitt, já, í svona klæmaksinu í þessum nýjastu þáttum, þá fáum við Darth Maul aftur og það Ray Park motion capture, þannig að við fáum aftur þá snild sem einmitt flottasti parturinn við Phantom Menace. Ég ætla að spyrja, hvernig fílað þú Darth Maul? Hann geggjaður, hann svo flottur. Hann átti að vera í öllum 3 myndum. Þetta klúður. Þeir alltaf að drepa bestu karakterina. Og svo líka tróðaðin karakter sem þú nýju myndinar, það mitt skrýtt, eitt af það furðulegasta við það var svona þörfin til að kynna nýja karaktera og maður hafði alltaf á tilfinningunni að þú veist vegna þess að þetta var 2 menn að rífast söguþráðin þannig að sko þessi Benicio del Toro karakter kemur þarna eins og hann sé eitthvað þing, svo hann bara ekki, hann var bara þarna til þess að villum fyrir manni
og Ryan Johnson drepur hvað heitir hún, General Phasma sem ég hefði haldið að væri ég var alltaf betur að hún myndi gera eitthvað gera eitthvað almennilegt vera eitthvað töff dettur hún bara, hún deyr eins og Boba Fett, dettur í hólu og einmitt bara nú við hugsa Boba Fett að hugsa allir, Boba Fett ekki döður hann kemur í Mandalorian season 2 akkurat mér finnst það bara svo áhört að fylgjast með þessum myndum af því að George Lucas gerir þessa prequel-seríu þessa prequel-trilogy, ég maður þegar hún kom út Phantom Menace, maður var svo spenntur ég hata hana ekki eins og margir hata hana út af Darth Maul með Darth Maul, Ewan McGregor og Liam Neeson ég bara fíla það svo mikið einmitt, og mér er pod racing geggjað mér finnst það nefnilega ætlatri það er svo langt ég hef líka spilaði leikinn á fullu sko þú með tengingu það já, ég held því sem tengingu það sko þetta er eitthvað svoleiðis þú varst plataður þess að fíla ég fíla allt svona hratt ég var til að prófa þetta þó þetta sé alveg stór hættulega jú, já, til þess eru tölvuleikinir það er góða punktur en eins og í númer 2 Attack of the Clones Attack of the Clones er einmitt, ég fílaði McGregors arkið þar allt þetta klóndæmi, mér varst það ógeðslega skemmtilegt ég fílaði líka og svo geggjað þarna eitthvað Sonic sprengjuskipið þetta það var töff það var svo flott hljóðið líka þegar maður sá sprenginguna svo kom hljóðið það var geggjað flott þannig að sko hönnunarlega er þetta ógeðslega skemmtilega myndir fullt af eitthvað skemmtilegu dóti í þessu og það sem að með mitt sko það sem að byrja að spá er bara hvað gerðist í heiminum djöfull varð heimurinn grár á milli Revenge of the Sith og New Hope fyrsta lagi það bara svona voru ykkur útrýmingabúðir sem tóku allar þessar geimverur sem eru út allt og svo bara hvítt fólk eftir búið að drepa bara restina þurrka út það er alveg bara svona, það er eitthvað mjög dark þarna sem gerast á milli sko en mér fannst munurinn á prequel og svo nýju trilogyni mér fannst ég allan að fá eitthvað svona nýtt í prequel hann var að reyna þetta er einmitt George Lucas sagði Force Awakens hann sagði, skemmtilega svolítið retro George Lucas fílar ekki þegar að vera svona að vera rehasha hún finnst ekkert gaman þegar fólk eitthvað svona rehasha dótið hans, hann vildi bara basically eins og vegna þess að hann reyndir líka sett inn allir þessi nýju atriði í gamle myndirnar það var hann bara svona, ég fekk ekki að gera allt sem ég vildi að gera þegar ég gerði þessar gamle myndir og það var einmitt bara Star Wars var bara til vegna þess að þú veist, New Hope var bara málamiðlun, hann var með eitthvað svaka handrit og svo kom framleitur og við getum ekki gert þetta eða þetta eða þetta og þá varð hún svona basic og hrá og það er hluti af þessu þegar maður hugsa til þess, það var Star Wars aldrei það sem maður átt að vera í haus Lucasar en hvernig finnst þér eins og þegar hann fer svona tilbaka og er að fikta í gamla myndunum, hvað finnst þér það? Það er óréttlátt sko ég skil akkur hann gera það, ég hef viljað gera það við eitthvað af mínum verkum sko bara, ég myndi vilja laga þann part í þessari sögu og eitthvað svona og ef að þú veist, ég hefði tíma og athyglisgáfu og leyfi til þess, þá myndi ég gera það en það væri það óréttlátt gagnvart þeim sem eru búnir að giftast bókinni sko mér finnst skrítið að fara tilbaka og maður ekki bara standa og falla með þessum ákvörðum sem maður tók þegar maður er búið með þetta alveg svo sko, akkurat þá er bara þetta árið sjálfstætt fyrirbæri mér finnst það, þetta er bara svo ímyndar ef að Spielberg fer tilbaka og myndi tölvu gera hákallin í Jaws akkurat, hann gerði eitthvað svoleiðis með E.T. og ég hef ekki þorað að horfa á E.T. aftur og ég hrættur að sé eitthvað þessi ammælis útgáfa sem kom út með CGI svipbrigðum og eitthvað svona fyrta hann í henni heyrðu, hann tók byssurnar úr höndunum á FBI CIA-liðinu sem var að elta þeir eru svona með byssur í svona bara sílúettur sko því var breytt bara í walkie-talkies og það er ein setning í E.T. það sem einhver segir við Elliot svona, einhver segir setningunum, you look like a terrorist og því var breytt, you look like a hippie þess að terrorist var triggering orð þannig að ég þarf alltaf sko, það er komið E.T. á Netflix, allavega þýska Netflix og ég er bara múið að fara í gegnum Google ferðalag til að komast að þið bara
Netflix E.T. rétta E.T. útgáfan. Ég ætla ekki að gera sjálfur með það að sjá E.T. í þessari rugl útgáfu. Sko. Ég hef ekki séð hann í mörg ár, það spurning hvernig hún eldist. Fólk segir hún eldist vel. Já. Hann er alltaf hrikalega góð leikstjóri í Spielberg. Já, algjörlega. Áttu eitthvað svona uppáhalds leikstjóra? Samkvæmt DFD-safninu mínu er Cronenberg uppáhalds leikstjóri minn, þannig að ég á flestar myndir eftir hann. Mér líður samt ekki eins og þessi uppáhalds leikstjóri minn. Hvernig líður þessi uppáhalds leikstjóri? Það er bara góð spurning. Það er bara svona einhver svo fílar Cronenberg? Já, ég var alltaf mikil Terry Gilliam maður. Hann hefur verið þarna uppi lengi og núna er ég af nýjum leikstjóra þar að Ben Wheatley sem bara gerir svo mikið alls konar. Edgar Wright. Hann er skemmtilegur. Já. Ég ætla spenntur þessu nýmyndir hans, hann ætlar að gera eitthvað öðru sem nú held ég. Hvað er Edgar Wright að gera núna? En ég gera eitthvað hryllismynd. Já, það. Eitthvað One Night in Soho eða eitthvað sliðis, mér minni það. Það er geggjað. Ég til að sjá hann Ég taka... veit að hann getur gert góðan horror, sko, það er ekki spurning. En ég verð að spyrja því þú talar Edgar Wright. Hvernig fannst þér Scott Pilgrim vs. The World? Æðisleg. Mér finnst hún geðveik. Já. Ég skil ekki af hverju hún fekk engin athygli, bara hrikalega vanmetin, var ekki talað um hana. Nei, ég held að hún sé einmitt bara, hún destined til að vera kultmynd. Það er, já einmitt, hún bara, ég held að hún fyrstulega þótt bara rosalega skrítin. Beigða á ókslega vinstalli myndasögu en samt sko í heimi myndasaglana þá er svo myndasaga bara eins og bara svona indie, það er indie myndasaga sko, þannig að það var indie ofurhetjumyndir rauninni sko. Hún er svo vel gerð, allt í henni. Ógeðslega vel gerð og bara full on Edgar Wright, vegna þess að hann er svona eiginlega konungur grín leikstjórana sko, af öllum vegna þess að þú veist, þessi leikstýra grínmyndum aðalega, það er ekki hægt að segja að séu margir með eitthvað svona höfundareinkenni. Hann er algjör ótör, maður sér bara hans handbragð í klippingum og stælum og öllu, það er allt svona eins og teiknumynd, opbáslega gott pace, ógeðslega gott timing, þannig að hann er, og það er eitthvað sem að hver sem getur ekki gert, sko. Nei, ég fór líka að velta fyrir mig að þeir gerðu Spaced, Edgar Wright og Nick Frost og Simon Pegg. Já. Og ég var að velta fyrir mig að því að Edgar Wright gerir síðan Scott Pilgrim. Já. Og mér minnir að þeir hafa gert Paul á svipuðum tíma, Simon Pegg og Nick Frost. Og þegar ég sá þessar myndir þá fatt ég bara, já, ok, þá veit ég hverja svona aðal. Já, það er Edgar Wright alveg tvímælalaust, sko. 100%. Þeir eru ekki mikið jú, þeir náttúrulega, þú veist, góðir leikarar. Flottir. En Paul er einmitt, sko, þú veist, maður væntingastjórnunum var ekki alveg rétt þegar maður horfði á Paul vegna þess að maður sá Frost og Pegg þarna saman og þá sjálfkrafa, þá er maður að fara að búast við ykkur gulli, en maður fekk meira bara svona brons, silfur. En það var bara svo gaman sem Edgar Wright, af því að hann fer úr Hot Fuzz og Shaun of the Dead, svona grínmyndir, svo fer hann út í Scott Pilgrim, sem er líka grínmynd, af því mér finnst hún mjög fyndin. Já, algjörlega, hún er ógeðslega fyndin. En það er flott hasrættir í henni. Já, hann er einmitt, hann getur gert bara ógeðslega góðan hasar. Já. Og það er líka vegna þess að hann er kvikmyndanörd. Já. Hann er rosalega sko eins og bara ekki, þú veist, það bara er sagt upphátt í Hot Fuzz og undir hvaða áhrifum svo mynd er. Það er bara svona, með þess að persónurnar í myndinni horfa á Point Break og Bad Boys 2 og þessi mynd er Point Break og Bad Boys 2 100%. Sem eru bara æðislegar, þú veist, og það er svo gaman að sjá svona kvikmyndanörd eins og Edgar Wright viðurkenna að Bad Boys 2 er rauninni eitthvað skona meistaraverk vegna svona er það. Finnst þið það? Já, besta Michael Bay myndin, sko. Nei! Finnst þið það? Hún er sturluð. Hún er algjörlega bonkers. Byrjar á þessu KKK-atriði og svo í miðri mynd er bílaeltingarleikur þar sem að það er svona líkflutningar vörubíll og líkin er að detta út af bílnum og þeir eru að reyna að beygja framhjá og keyra yfir lík og síðan í lokin þegar þeir keyra gegnum fátækrahverfið í Kúbu eins og bara svona, þetta er eins og einhver svona, þetta er vissulega ekki viljandi en það lítur út einhver svona ádela á bandarískri utanríkjastefnu, þetta er bara hvað að sturlaða geðsýki er þetta og hún er svo röng af mörgum ástæðum en það verður aldrei tekið frá Michael Bay, hann er auteur
Hann það? Já, það gerir engin myndir eins og hann. Nei. Þú sérð hans hand, ég fer á, sko, þegar Bad Boys 3 var að koma, þá var ég bara, yes. Svo sá ég að Michael Bay leikstýrinn ekki, þá bara, what is the point? Hvers vegna að fara á Bad Boys mynd ef maður ekki að sjá The Bayhem? Hún var líka ömuleg. Já, gott, ég skal trúa því. Sást hana það? Já, þú veist, nei, ég sá hann ekki. Ég þorði því ekki, einmitt út af þessum ástæðum. Þú mistir ekki miklu? Nei. En það hérna annar maður sem einmitt örgulega á þeir spektrum, sko, Michael Bay vegna þess að hvers konar maður gerir 5 Transformers-myndir. Hvers konar maður eftir hún búin að gera 3 bara, ég ætla að gera einu viðbót. Hættum. Og svo aðra. Hvað? Sástu þar allar? Nei, ég hann flast mista 5. Ég reyna að sjá þær í bíó. Ég fór á 4. í bíó. Það einmitt hérna third act actionatriðið sem mér líður eins og 2 tímar. Það er kannski 40 mínútur sem er alveg nógu fucking mikið. Það er langt, sko. En ég bara, það skipað þetta úr himnum og það eru milljón transformerar að breytast í hvern annan og allt og marga byggingar að hrynja og hversu mikið collateral damage er hægt að gera einni mynda og þess að fólk fái samverðskupið. En það er bara svona, mér leiðum sem ég var í vímu eitthvað svona, eins og ég var bara svona búin að taka eitthvað ofskynjuleg, þetta var bara eins og ég hefði alltaf verið í bíóinu að horfa á þessa mynd og það er bara Michael Bay, það getur ekki búið til þessu tilvíkunum um Michael Bay, sko. Nei. Það er sko ömulegt aukaatriði þegar það kemur á Michael Bay, það er ákveðin reynsla, sko. Mér finnst hann bestur þegar hann fer ekki alveg all in í þessum Michael Bay-isma sem þú greinlega fílar. Til dæmis The Island, mér fannst hún mjög fín. Já, Island er mjög skemmtileg og síðan, hvað hétt hún? Ég sá nefnilega í fyrsta skipti bara daginn, Pain and Gain. Mjög fín. Ógeðslega skemmtileg. Já, hún er bara mjög fín. Hún er svona bara eiginlega, það er svona Michael Bay að prófa að vera smá eins og Coen-bræður eða eitthvað. Já, veit það. Og hún er alveg fyndin. Já, hann er líka með góða casting agents. Ég held að hann er með bara, hann reynir að fá leikara sem byrtast í Coen-bræðurmyndum. Hann er alltaf með John Turturro reglulega, sko. Já, góða punktur. Stanley Tucci, Steve Buscemi. Það er rétt. Það er mjög oft góðir gamanleikarar og bara svona góðir dramaleikarar sem byrtast í þessum myndum. Svona karakterleikarar. Já. Það er góð punktur, ég hef ekki bæltið því almennilega. Já, þeir bara mæta þarna og skila sínu og fá góðan tjekka í vasan og þetta er mjög sniðugt. Það er alltaf gott ég held þess gott fyrir svona indie-leikara að fá eina Michael Bay mynd af og til, bara svona til að geta náða endum saman. Ég fyrirgeði þeim alltaf. Eins og Stanley Tucci til dæmis, mér finnst hann æðislegur. John Turturro. Já. Ég segi bara, áfram með ykkur strákar. Fáið pening fyrir þetta. Akkurat. Bara vel gert. Mér er gaman leikarar eru í alls konar, sko. Já. Og líka ekki vera að dæma okkur þegar ekki sé leika ykkur í drasli. Nei, menn þú bara mæta í vinnun sína og gera hana, sko. Eru ekkert eitthvað svona að reyna að vera ofgóður, sem að líta á þetta sem bara craft. En sástu þess að nýju mynd sem hann gerir, hvað heitir hann, Six Underground á Netflix? Nei, ég sá hann ekki, sko. Ég gæti ekki klárað hann, sko. Nei. Hræðileg. Ég hef heyrt það, sko. Það eru allar. Það eru allar hræðilegar, því ég þarf að vita hvað er hræðilegt. En hún er leiðileg. Já. Það er mesta syndin. Það er ykkur röng beygja, sko. Já, af því að Michael Bay á allavega ekki að vera leiðilegur. Nefnitt. Já, ég get alveg trúið, sko. Ég sá trailer, það var svona eitt af þessu skiptum sem ég sá trailer á Michael Bay mynd og ég bara, þetta er eitthvað underwhelming. Já. Og líka, náttúrulega, hann er destined, sko, hans stíll er svo consistent að hann er svona eiginlega destined til þess að, hann er náttúrulega var það fyrir löngu en maður þarf að prófa eitthvað nýtt í hverju lotu, sko. Já. Það var svolítið það sem við varðum einmitt Tim Burton að myndinars urðu, auðvitað myndinars eru Tim Burton-legar og eiga að vera það, en síðan lokum er bara svona, þetta er bara svo Tim Burton-legt, þú veist. Hversu oft þurfum við að sjá bogið tré. Já, með bara stíllinn hans. Já, einmitt. Og hvernig er alltaf að prófa eitthvað svona prófa, þú veist, þess að leikstöðar þeir sem eru með höfundareinkenni, þeir prófa samt alltaf eitthvað sem þeir hafa ekki prófað áður. Það er það sem gerir Coen-bræður svona frábæra. Þeir eru alltaf að prófa eitthvað nýtt approach
þeir eru gjör ólíka, þeir fara í full-on gamanmyndir yfir í full-on drama en það sést alltaf að það Coen-bræðramynd það svona líka ég fíla hana nýja leikstjóra Ben Wheatley, svo sem ekki alveg nýr en hans myndir eru hann bara gerir alla gerðir af bíómyndum, hann gerir Kill List svo var bara eitthvað svona low budget Ég eftir að sjá hana, hún varst að vera heldur góð Já, svona bara horror mynd ógisla, ósympatíska leigumorðingja svo white trash leigumorðingja og svo gerir hann Sightseers sem grínmynd raðmorðingja og Free Fire sem snildari mynd sem gerist öll í bara sama vöruhúsinu öll einn byssubardagi hún góð? Hún æði Ég svolítið svona hrættur að sjá hana Hún bara, þú veist, það engin önnur mynd eins og hún og það það sem gerir hann góðan en líka hún full af góðum karakterum góðum leikurum og skemmtilega við hana að þetta einn byssubardagi en þetta raunsæjasta byssubardagamynd ever vegna þess að allt sem gerist í henni byggt á svona alvöru lögregluskýrslum Alvöru byssubardagur í rauninni Já, þannig að sko alvöru byssubardagar, það fyrsta leið það mjög erfitt að hitta fólk þegar það fyrir að skjóta það aldrei tekið með í reikningin nema þú sért náttúrulega bara stormtrooper þá myndu aldrei hitta neitt það eru þessar action-hittur sem hlaupa og meðan bara þú veist vélbyssuna eftir þeim hittir aldrei það raunsætt að því leiti að það mjög erfitt að hitta einhvern til að skjóta hann en þegar vélbyssa þá allavega fyrir eitthvað skot í þig en síðan þetta meira svona skammbyssamynd og það einmitt það, svona fólk verður svo bjánar alltaf skjóti allar áttir dammit, hætt að hreyfa þig Já, hittir ekki neitt og svo líka allir einhver karakter sem skotin basically í bara magan í upphæðmyndurinnar og svo hann alla myndina að blæða út og bara aldrei að fara að deyja og meira segja eitthvað sem fær basically í hausinn og lifir það af vegna það getur gerst Það hefur gerst Já, og það fullt af svoleiðis í þeirri mynd og hún algjörlega ófyrirsjáanleg vegna þess að það svona það bara hópur af karakterum og maður bara hver mun lifa af í lokin, það spurningin Ég þarf að tjekka það á henni, þú er búin að selja mér þetta Já, ég elska hana High Rise svona sci-fi ádela byggð á bók eftir ég man ekki hvað hann heitir einn af þessum frægu sci-fi höfundum það að mínum að þetta eiginlega hans sísta mynd en hún samt góð þannig að sísta myndin hans góð Er þetta með myndin með Tom Hiddleston? Já. Hún alveg óslega flott hún kannski vegna svona byggð á 70s, 60s sci-fi þá verður hún kannski áderan með fyrst svolítið dated og tilgerðarlega jafnvel en það kannski ég vissum að ég mun fíla hana betur yfir önnur áhorf svo gerðan núna síðast Rebecca sem Hitchcock gerði mynd eftir sömu bók Þetta var hún ekki þetta bara Netflix? Já. Þannig að hann í búningadrama þar þetta allt myndir sem bara gjör ólíkar með gjör ólíkum stílum já, Field in England einu bara svartkvít rosalega arti perióda svo hann að fara að gera The Meg 2 Já, ég var að lesa það bara í gæri eða eitthvað þá ég bara svona, ok, ég fíla þannig leikstjóra Hann var að gera allt Ég ætla að gera The Meg 2 Sástu fyrstu? Já, ég man ekki eftir henni Ég man að Ólafur Darri var í gleiftur í heilu lagi Já, alveg rétt Hún var, já En hún var ekki svakalega góð Ok, þú ert ekki hann ekki að klifra þennan vanilega stiga að Hann er ekki hræddur Hann ekki elda Óskarinn Nei Búin að gera Rebecca búningadrama fyrir Netflix og bara núna ætla ég að gera The Meg 2 Og fyrst var ekki góð Nei og hvað ætlar hann að gera? Ég ætla bara að gera venjulega mynd ætlar hann að fara með þetta okkur ótróðna slóðir ef við erum að fara að sjá Jason Statham í einhverju svona postmodernískri metamynd risahákarl sem í þetta skiptið stærri en síðasti risahákarl En kannski ætlar hann bara að nýta tækifæri og segja bara, herri, fuck it, mér langar bara að gera svona popcornsmynd Já, það nefnilega það ég hugsa að hann náttúrulega verði að gera það til þess að fá að gera hitt það þannig einmitt sem að Roger Corman vann á sínum tíma hann var bara, ég þarf að fá mynd mótorhjólagengi
og það verður að vera nekt í henni og það verður ofbeldi. Það bara varð að vera eitthvað exploitation í henni. Ofbeldi, dóp, nekt. Þetta selur. Selur, blóð, vampírur, skrýmsli og svo þannig og svo þannig fengur sko fullt af leikstjórum tækifæri í Hollywood. James Cameron fekk að gera Piranha 2 hjá honum og Joe Dante gerir Piranha 1 og Scorsese byrjaði hjá honum og Bogdanovich og fullt af leikstjórum sem að urðu bara svona alvöru leikstjórar, þeir fengu sitt tækifæri hjá Corman sem að bara, þú mátt gera nákvæmlega svo þú vilt, svo leikir sem eru brjóst í myndinni. En var ekki James Gunn eitthvað tengdur líka? Er ég að rugla? Nei, hann var hjá hinum, honum Trauma-gæjar. Já, Trauma-görnum. Já, það er alveg stóla með namni. Já, og það eru nördar að öskra á viðtækin núna. Þú átt að við þetta? Já, ég veit að ég veit þetta. Þú tæðis eldri en ég? Allavega hann Trauma-gaur. Já, við erum að tala um hann. James Gunn var alveg upp á Trauma og sem var með svipaðu sko svona, já, með svipaða pælingu eða svona stefnu. Já, stefnu. Sem gott, sko. Ég fíla þetta og Asylum framleiðslu fyrirtæki sem að, ég held að gera Sharknado. Jú, það ekki Asylum, ég kannast ekki af. Þeir gera alltaf mjög mikið af svo kallum svona mockbusters, það sem að þeir sko bara hlusta á fréttunar, ok, þá að fara að gera Transformers mynd, ok, þá skulum við gera Transmorphers. Já, og setja hana á bara straight to video svona mánuði áður en Transformers kemur. Já. Þeir gerði líka The Da Vinci Treasure og ég held að gera Snake svona Train. En ertu að horfa á svona myndir það? Maður horfir á þar helst í góðra vinna hópu vegna þess að þessar myndir, það má tala yfir þessar myndir. Já, þú má tala. Það eru það slæmar. Ég var með vídeokvöld þar sem við horfum öll á Mega Shark vs. Giant Octopus sem að eitt atriði henni þeirra hákallinn sem svona hákall, Megalodon hoppar úr sjónum og það hátt að hann fer bara hann býtur farþegaflugvél í tvend og síðan aftur hann í sjónu. Það hljómar samt ekki gott. Viltu ekki sjá risahákarl hoppa úr sjónum og býta farþegaflugvél? Mögulega? Jafnvel í mjög slæmum. Ég veist ekki sem það til. Það til í þessari mynd. En finnst þér ekki munur á horrormynd? Sem að, eins og með Sharknado og svona, þeir ætlu bara að gera lélega mynd. Já, þeir vita alveg hvað er. Já, en það ekki pínu svill? Viltu ekki frekar horfa á mynd? Eins og Troll 2, hefur séð hana? Já, sem óvart léleg. Já. Já, það hér einmitt munurinn, sko. Hvað ertu, já, þú þarft að, það bara, hversu einbeittur brotavilji þarna, sko. En það vissilega svindl, en ég kann að meta effortið, sko. Ég kann að meta það til þetta subkategóri af myndum þar sem bara svona, við vitum þetta lélegt og þið vitið þetta lélegt, en fyrst að við vitum það saman, þá ákveðið samþykki hérna í gangi. Höfum bara gaman. Já. Ég skilji. En síðan sko, einmitt þessar óvart slæmumyndir sem eru svo slæmar að maður, sko, eins og þegar ég horfi á Troll 2 eða Showgirls þá verður alltaf eitthvað smá svona gerist í haustum á mér þar sem ég bara það að vera fokk í okkur, þetta viljandi, það getur ekki verið þetta er svo mikið consistency af röngum ákvörðunum að það eins og snillingur hafa sett þetta saman. Já, ég held það líka. Eins og Troll 2, þeir gera heimildumynd hana, ég sá hana, mér var snúlega skemmtileg. Hún mjög góð. Og mér finnst hann ekki að vera að grínast. Hann var ekki að grínast, nei. Hann var full on alvara þessi leikstjóri og hann talaði ekki eins og ensku, sko. Þannig að það alveg... Það íkonísk atriði í þeirri mynd. Einmitt, og svo skrifaði myndina hvernig var það? Var það ekki þannig að það sko svona svolítið mikið eins og svona anti-grænmetisætu boðskapur í myndinni? Hvort það skrifaði myndina átti grænmetisætu sem maka og var jafnir sig á skilna. Það var eitthvað svona biturð út í grænmetisætu sem var fyrirvændi maki handriðsöfundar. Það var eitthvað svo leys. Já, var það ekki þannig líka að síðan sá Troll 2, það var þannig að það var eitthvað tröll. Já. Og þau voru að éta fólk, en þau breyttu fólkinu fyrst í hálfgett grænmeti, Já, breyttu fólkinu í grænmeti og áttu það síðan. Það sem svo mind-blowingly stupid. Þau voru ekki tröll, þau voru goblinar. Þau voru, þetta gerist í Nilbog. Þetta gerist í Nilbog. Sem goblin aftur á baki.
alveg hvílíkt revelation og myndin hét Goblin nema það að hún var bara markaðsett sem Troll 2 eins og myndin Troll 1 hafði svona náð smá varð alveg svona smá vídeóhittari meðal aðdáenda ódýrar hillismynda. En mér finnst það ekki eins og svip. Það eru bara óskildar. Það eru bókstaflega óskildar. Það eru engin tröll í Troll 2. Nei. Það eru eins og svoköldu goblinar þarna, mjög ljótum búningum. Með einhverja grímur. Og það var bara sett, og þessu nafninu var breytt í Troll 2 til þess að svo allavega einhver myndi kaupa myndina til að þetta var bara svona svipað marketing. Transmorphers. Já. Að einhver vitleysingur á vídeólegunni, hey, Troll 2, ok, Er þetta ekki bara svipað eins og þau gera stundum með eitthvað, það eitthvað handrit til í Hollywood og þessi, endurskrifa aðeins og setja John McClane í það, þá er það Die Hard 5. Já, var það ekki málið, var ekki allavega Die Hard 3, var það ekki einhvern tíma Lethal Weapon handrit? Það allavega sko samspilið milli... Já, ég held að þeir hafi... Þetta átti alltaf ekki að vera Die Hard mynd. Nei, það getur verið að vera Lethal Weapon. Ég held einmitt að myndin hét einhvern veginn bara Simon Says. Já, það er rétt. Já, þetta var einhver alltaf önnur mynd svo bara breyttur í Die Hard mynd. Já. Það er örugglega margt sem er þannig sko. Já, bara eitthvað svona markaðslega séð, þá er betur hún heitið Die Hard. Það var auðvitað að selja. Akkurat, það er mjög gaman að svona þegar til dæmis líka þegar fólk notar atriði sem átt að vera í einni mynd eins og ískápa atriði umdeilda í Indiana Jones 4. Hvernig fannst þér hún? Bara myndið sjálf. Hún er ekki góð. Hláturinn þinn segir allt. Sko, ég var til sára fyrst, þá var ég að halda með henni, sko. Ég bara, já, ok. Ég líka, ég var pínu þannig. Já. Og svo var ég bara, goddammit. Svo kom ABBA-atrið. ABBA-atrið er hræðilegt. Slæmt, sko, og já, margt, það er svo margt augljóslega, sko, eins og John Hurt karakterinn, hann var augljóslega í fyrsta atrið átt að vera Sean Connery, átt að vera pappans. Já, einmitt. Og þeir ætlaði að fá Connery, en hann sagði bara nei. Já, Connery var líka hættur bara þá. Hann var bara gerði League of Extraordinary Gentlemen og sagði, fuck Hollywood. Hvernig varst þú? Viðbjóður. Hræðileg mynd. En Indiana Jones, haldaðu með það. Já, ískapatrið. Já, það var vist í fyrsta draftinu á Back to the Future. Bara upprunalegu? Já, upprunlega Back to áður en þeir ákváðu að tímavélin væri bíll. Já. Þá átti tímavélin að vera á einhverju svona nuclear testing site og eitt atriðinu var að persónu hoppar í ískap þegar kjarnorkusprengjan springur. Ég veit ekkert nákvæmlega hvað samhengi var, en mér skilst að því var nappað þaðan, sko. Ég með hann það þekkir líka sem ekki svo... Já, hann var náttúrulega framleiti þetta, þannig að þetta var auðvitað atriði sem Spielberg var með í hausnum allan tíman, sko. Kannski átti í skúffinu bara ekki þar, ákveðinu blaði. Já, ég ætla einhvern tímann að setja hana í ískapa atriði. Mér fannst það alltaf skemmtir þetta atriði, sko. Flott, sko. Já, ég fílaði alveg þetta atriði, þannig séð. Og þegar hann fer inn í ískapinu og hann lifar af, partur af mér hugsaði, þetta gæti gengi. Já, partur af mér hugsaði, ég efast ekkert það, en síðan þegar allir segja, þú veist, getur ekki gerst, og þá kemur náttúrulega, já, hann endi bíómynd, og þar er alltaf þrætubeinið er sko the suspension of disbelief, hversu mikið yfir strikið má óraunveruleginn fara til þess að segja myndin að fokka sér, sko. Ég hef alltaf sagt, ef við erum að tala um það, suspension of disbelief, ég hef alltaf sagt það að ef þú ert að horfa á myndina og þú pælir ekki í þessu meðhorfana, þú pælir bara í þessu eftirmyndina, þá sleppur það. Skilur hvað við? Já. En ef þú ert að hugsa þetta, eins og þú ert að horfa Indiana Jones, þú sér ískapatrið og þú ert bara strax, það er ekki séns að þetta geti gerst, það er bara ekki séns. Þá er það mistök. Já, það er það, sko. Jú, algjörlega. Ef það er bara, já, ef að það gerir það verkum að bara myndin er þá orðin bara full on vitleysa, sko. Þú þarft að, þú ert að taka þátt í með kvikmynd að gera mönnum að búa til hann heim og þegar þið eru ekki á sömu síðu þá er það þar sem að missið. Það er náttúrulega bara var við ABBA-atriði miklu frekar, sko. Það var ræðil. Ákveður stoppaði það enginn maður? Ég veit ekki. Þeir létu að gerast eiginlega sama tíma Maura-atriði var og mér finnst Maura-atriði svo frábært. Bara og þeir létu það á svona hratt. Það var skemmtilega. Það var ógeðslega cool. En það var svona
það var næstu eins og voru að setja ógeðslega kúlatriði, ógeðslega lélegt atriði saman til þess að rugla mann rýminu, það tókst ekki, sko. Ég verða að spyrja þess að ég vil alls ekki gleyma því. Ég verða að spyrja út í Marvel-myndar. Já. Að þú ert svona teiknmyndasögunörd. Já. Lestu mikið af teiknmyndasögun? Já, ég hef lesið mjög mikið af Marvel. Þannig að það allt saman virkar rosalega vel fyrir mig. Það er mjög Marvel stemningin í þessu er bara sama og þeir eru út að lesa blöðin. Hvernig finnst þetta að vera þessi þróun hjá Marvel Studios? Þeir byrjuðu með Iron Man 2008. Hvernig finnst þetta? Að vera kraftaverki líkast að þeim hafi þeir tekist að gera svona margar myndir og meirins að lélegustu myndunar eru allt í lagi. Myndi segja að lélegasta myndin var Incredible Hulk. Finnst þið það lélegri mynd heldur en Thor 2? Ég nefnilega þarf að sjá Thor 2 aftur. Hún er hræðileg. Ég nefnilega fannst hún aldrei það ræðileg. En hún er alltaf eiginlega neðst á listunum. Incredible Hulk er samt svona officially lélegast og svona samkvæmt skoðanakonunum. Mér finnst þú fín. Og Iron Man 2 er hérna ekstra líka. Já, mér finnst hvað Hulk betur 2. Eða Iron Man 2. Ég er síðast þegar ég horfa á Incredible Hulk þá var ég bara, já, hún er lélegust. Já, það? Já, en ég þarf að sjá Thor 2 aftur til þess að komast að niðurstöðu, sko. Hún er hræðileg, maður. Hræðileg. En hvað er þetta best svona aðeim? Það gæti ég meina, Winter Soldier er besta myndi. Bara algjörlega frábær og líka Civil War og svo er eiginlega sko það sem maður byrjar að gerast nánast við þessa myndir að maður er hættur að hugsa þær sem bíómyndir heldur meira eins og sjóvarp sko og þannig að þegar hann Scorsese tjáði sig þessar myndir og sagði að þetta var ekki cinema og allir nördar brjáluðust þá var ég alveg svona, já, það er eiginlega satt hjá hann sko, ég er ekki ég er alls ekki jafn neikvæður í garð þessari mynda, ég finnst það æðislegar, en það er satt satt, þetta er ekki cinema í merkingunni, þetta er öðru, þetta er eitthvað svona hybrid milli sjóarpsþátta og bíómynda. Meina að þetta er svolítið mikið svona tengt og svona framhaldsdæmi? Já, þetta er bara nýtt fyrirbæri, þetta shared universe dæmið, það er bara nýtt fyrirbæri í kvikmyndafrásögn, sko, þannig að þegar ég þarf ákveða hvað er besta bíómyndi, mér langar ofta að segja Endgame, bara vegna þess að svo mikið í henni, og bara ógeðslega skemmtileg og aðalega Endgame og Infinity War eru bara svolítið kraftaverk að þeim hafi tekist að gera þetta. Ótrúlegt. Þetta var bara uppskrifta disaster en gekk upp. Mér finnst þeir snillíkar, Rúss og bræðurnir. Algjörlega. Já. Og þannig að en þú veist, mér finnst næstu eins og þú veist, Endgame sé ekki bíómynd, það er bara season finale. Já, ég skil hvað þetta er. Og sem að hún væri ekki neitt, hefði ekki við alla hinna myndirnar, hún er bara, það verðlaunin fyrir að horta alla hinna myndirnar, sko. Ég segi líka stundum að því að hún toppaði Avatar. Já. Og Avatar, alveg saman hvað ég finnst þá mynd, þá verður maður að respekta sem Cameron gerði. Já. Þetta er orginal mynd, og þú segir hún ekki frumleg, þetta er ekki byggt á bók, þetta er ekki framhaldsmynd, þetta er ekki endurgerð. Akkurat. Svo þegar Endgame kom, toppa hana, tekjast að mynda allar tíma. Fólk bara hvað, sko, við náum að rústa Avatar. Mér finnst ekki eins og sanngjarnt með allt magnið af myndum sem koma undan Endgame. Nei, akkurat. Það er bara, þú ert búin að vera að safna í fanbase, sko. Já, þetta er ekki það sama. Já, það er ekki það sama. Þetta er allt öðruvísi, sko. Þetta er allt öðruvísi, já, þetta er bara, hún er önnur lögmál í þessum myndum. Eins og núna eru þeir bara að fara að halda þessu áfram. Næsta Spider-Man mynd verður með Doctor Strange og þeir eru myndir að fara meira svona team-up myndir eins og Thor Ragnarök. Þannig að eins og það sem maður sko fílaði við blöðinni voru að vera heimsóknir úr öðrum titlum. Já, það er spennandi. Og þannig að þetta er, já, þetta er allt annað fyrirbæri, sko. Þannig að meira þess að þú veist, ef ég ætti að tella uppáhalds bíómyndir, þá eiginlega sleppi, þú veist, ég er að gera topp 50 lista uppáhalds bíómyndum, þá ég myndi ekki neinn Marvel mynd rata ánga inn, eins mikið og ég horfi á þar og hef ógeðslega gaman að þeim. Sama hér. Þá bara, nei, það er annað. Það er bara, þetta er annað fyrirbæri. Já, ég er svolítið sammálaður. Kvikmyndir er meira eitthvað sem stendur eitt og sér, sko. Það er að þú veist að í rauninu þá Star Wars fer inn í sama, eins og Empire Strikes Back er eina mínum upp á bíómyndum, en það er kafli nummer 2 í stærri sögu. Já, þú farir hún ekkert einhvern almennan enda á hana? Nei, hún er án rauninu án byrjunar og endis vegna svo hún byrja annari mynd og endar í annari mynd. En hvernig finnst þið DC verður búin að standa sig?
mestu mistökin sem DC hefur gert að reyna að vera Marvel. Já, þetta svo vitust maður. En besta sem þeir hafa gert að þeir bara reyna það alls ekki. Og það verist vera stefnan. Þeir ætla ekki að fókusa á shared universe bara nema þeir nenna í. Og þannig verða myndir eins og Joker til. Já. Og líka, og bara, já, þeir eru, sko, styrkur með Marvel ritstjórnin sem að hefði verið æðislega í Star Wars. Ef þeir hefði verið með einhvern Kevin Feige í þar, þá hefði það verið beautiful. Fólk fattar náttúrulega ekki almennilega sem eru ekki nördar. Þeir fattar ekki almennilega hvað Kevin Feige mikilvægur. Já, hann maðurinn sem að sér til þess að þetta smellur saman. Já. Gefur ágætis leyfi fyrir leikstjórana til þess að leika sér. En svo bara, nei, þú getur ekki gert þetta vegna þess að það mun ekki passa við þessa mynd. Það þarf, og þannig líka bara, þetta svipa og bara myndasögurnar. Þar ritstjóri sem að sér til þess að heimurinn smellur saman. Að það að Daredevil geti verið í sama heimi og Thor, eins ólíkir og þeir séu. Og það var enginn þannig í DC heiminum. Zack Snyder átt að vera það og svo bara þurfti hann að hætta að leikstýra Justice League vegna þess að út af harmleiki hans fjölskyldu og Joss Whedon tekur með og úrvarð bútasaums stórslysið sem Justice League. Hvernig fannst það svona? Bara, ég tók, eins og ég segi, ég bara, þegar ég sá hana, bara, þetta ekki bíómynd, það ekki búið að klára hana. Þetta drass. Það bara, þannig ein mynd og þannig ein mynd, 2 leikstjórar, að setja 2 ógeðslega ólíka myndir saman. Þetta var redding, það var það sem hann var. Ég hef ekki sem gefa hann út, sko. Nei, en þeir voru bara panika þarna, sko. Þetta svo ræðileg mynd. En þeir eru núna, það bara, það eins og þú sé að chilla eins og bara vegna þess að það svona, þeir klúðruðu það miklu í að reyna að búa til sitt eigi shared universe og reynda að flýta sér óslega mikið með það. Já, elda Marvel. Já, þá varð bara þessi örvætting skapaði það sem skapaði Justice League ásamt fullt af öðrum faktorum. En það að þeir höfðu eftir Justice League höfðu eiginlega engu að tapa. Það gerir það að verkum að það svona James Gunn að fara að gera Suicide Squad 1 sem var hræðileg. En allavega halaði nógu miklu peningi til þess að það hægt að gera það ástæða til að gera númer 2 og að láta James Gunn gera hana og hann bara einfallega nánast bara rebootar, gerir bara allt það sem hann vill, bætir inn miklu fleiri karakterum, gerir þetta miklu gerir þetta bara svona meira James Gunn mynd. Það ógeðslega spennandi. Og þessu nýja Batman mynd, hún lítur út eins og Seven, þau eru að prófa hina og þessa hluti. Ég fíla það, þeir verðast að fá þessa gæja eins og Matt Reeves sem gerir núna nýja Batman. Hann greinlega með eitthvað sín, hann verið með eitthvað pitch. Og mér finnst það svona Warner Bros. Séu bara í dag, ok, ég ekki bara treysta hann aðeins, eins og með Todd Phillips með Joker. Já, akkurat. Það bara, þetta rosa sniðugt. Þetta mjög sniðug leið og líka, það bara, og ég vil ekki að DC verði eins og Marvel, ég vil ekki að fá 2 þannig heima. Nei. Verði bara gera eitthvað öðruvísi. Algjörlega. Það æðislegt, sko. En eins og Marvel, þeir eru búin að pumpa út alveg þvílíkum myndum og svolítið mikið magn bara, komið slatt út. Ertu ennþá jafn spenntur fyrir þessum Marvel myndum? Maður svolítið góðu vanur, en já, ég það, sko. Ég sérstaklega spenntur yfir næstu Doctor Strange mynd. Ég sammála því. Ég held bara einfallega núna, fyrst að þeim tókst að ljúka við þannan fyrsta 22 mynda bálka eitthvað, að núna þeir hljóta að fara í einhverjar nýjar stefnur og í tilraunakendari stefnur. Já. Þannig að ofurhetjumyndir eru bara einfallega svona í grunninn svona hugtakslega svo einfaldar að það svona auðvelt að endurtaka sig, sko. Ef þú búin að sjá eitt origin story þá, þú veist, maður varður leiður á svona origin stories. Ég þóla ekki. Nei, það svona svo gaman að fá Spider-Man mynd sem var ekki hann að vera bitinn á Konguló. Það þekki allir söguna, sko. Við þurfum ekkert að fá að vita þetta aftur. Og ég gerir ráð fyrir við þurfum ekki að horfa á foreldra hans. Hversu oft þurfum að horfa á foreldra hans Batman drefna, sko?
Nákvæmlega! Það er líka eitthvað sem bara hvert einasta mannsbarn þekkja þá sögu. Já, akkurat, og ég það þekkja fleiri heldur en Jesú, sko. Og ég segi líka oft, þegar við tala svona orðinsögur í svona orðmyndum, þegar Blade kom út, það var ekkert orðinsaga. Nei. Það var bara full-blown Blade frá fyrstu mínútu. Nákvæmlega. Ég fíla það. Kom eitthvað smá flashback. Já, og við bara kynntumst heiminum. Exposition í þeirra mynd var svolítið sniðugt, að því við kynntumst heiminum bara í gegnum að meðan að myndina fara áfram. Já, akkurat. Skilurðu? Akkur gerir ekki fleiri þetta? Já, það er alltaf að byrjast fyrir núna, er það leiðin, sko. Það er bara, við þurfum ekki að búa til söguna lengur, sko. Nei, þetta er... Og það er, einmitt, með Suicide Squad, þú veist, þar er James Gunn, hann fekk bara að sækja alla skrýtnustu karakterar sem hann fann úr DC heiminum og hann þarf ekkert að segja hvers vegna þeir eru eins og þeir eru, sko. Þeir eru bara þarna og við þurfum ekki söguna. Ef við viljum vita söguna, getum við flettið upp á Wikipedia. Já, hún er þarna einhvers staðar. Já, ég þarf bara að næga persónsköpun, þannig ég svona kaupi karakterinn, þekki hann aðeins, en höldu sér bara áfram. Já, og það er svolítið að skriðþungin í þessu óhreitu myndum er orðin þannig að Origin er ekki það er ekki lengur nauðsynlegur hluti, svona narratíft hjá framleiðendur lengur. Þarf ekki lengur að mata hlutina ofan í fólk og eiginlega eitt besta dæmið það er Spider-Verse myndin. Já, hún er aldrei góð. Geggjuð. Og þar er einmitt bara, þegar ég frétti það að vera með, þú veist, ég hefði aðeins kynnt mér þetta í myndarsögurum, Spider-Gwen og Spider-Man Noir og allir hínir Spider-Man, ég bara svona hugsa að þetta er eitthvað sem myndi aldrei fara í bíómynd vegna þess að framleiðendur myndi finnast þetta svo confusing og weird að það verði ekkert leyft. Það þyrfti, þú veist, það basically hugsaðu framleiðendur, áhörundur mun ekki skilja. Þeir hugsaðu, Kalli út í bæ mun ekki fatta það. En þeir gera það bara, jú, það mun alveg fatta það, gera það, þeir föttuðu það. Allir elskar þessa mynd, börn fatta, já, þetta er bara hliðstæði veruleikar. En það sem ég fílaði við Guardians fyrstu er að ég les alveg teiknimyndasögur ég þekkti ekki einu svona Guardians. Nei, þekkti engin Guardians í rauninni, það er algjört obskúr innan Marvels. Ég hafði aldrei fílað hann Cosmic Game hluta af Marvel heiminum. Ég vil hafa mitt Marvel í New York. Já, það þínar overture þannig. En eins og með það, að því hann kemur með þar 2 karaktera, talandi þvottabjörn og tré, lifandi tré. Já. Þetta hefði svo auðvitað getur verið algjörst drasl. Akkurat. En þú getur sett það við hliðin á Iron Man, Captain America og þú blikkar ekki auga. Það er bara merkilegt. Ég þekkti allavega Rocket og Groot nógu vel til að vita að það eru með tré og ég vissi líka og Groot segir bara I am Groot. Einmitt. Allir að gera það, er eins gott að gera það í myndinni. Jú, þið gera það og láta Vin Diesel Það er geggja. Ég hef alltaf tilfinninguna að Vin Diesel bara, hvernig fæ ég að vera í Marvel mynd og þeir bara, ég heyri að þú er svolítið erfiður að Fast and Furious settinu. Já, ég lofir ekki þessari Marvel mynd. Ok, heyrðu, þú fær að leika Groot. Já, er hann flottur? Já, hann er mjög flottur. Þú fær geggja dialog. Þetta komur rosalega óvart. Ég var svo ánægður með að hann skildi hafa náð þessu. Já, algjörlega. Það er bara einmitt, það að tréð og þvottabjörnin virkaði í þeirri mynd, það gerði það verkum að þau hugsaðu hvað fleira virkar. Já, og líka bara þá virkaði myndin. Já. Ef þeir ekki virka, þá er myndin bara fallið. Algjörlega. En ég var líka að spyrja þess út í svona aðrar, svona teiknimyndasögu hetjur, eða svona kvikmyndi segi. 300, Sin City, Watchmen, hvað er þetta þar? 300... ég sá hana bara þetta eina skipti. Ég man að ég var bara frekar sátt við hana. Hún var líka, bæði 300 og Watchmen eftir Zack Snyder, hann næstu því svindl vegna þess að það er svo rosalega, það er bara myndasagan sjálf er storyboardið. Hann breytti heila engu. Er það kostur eða galli fyrst þér? Það er bæði. Í dag þá ég veist gott að hann gerði það til að sjá hvort það sé hægt og það slapp fyrir horn, fannst mér. En síðan það sem það gera verkum er bara, mér finnst þess að hann hafi verið með svindlblað í prófinu, fattari, Ok, gerði bara allt nákvæmlega svo upprunalega verkið er, þannig að hörðustu nördarnir eru bara, já, ok, svona var þetta. Fyrir utan Watchmen breyttu þarna einhverju lykilatriði, sem að endanum svona helst.
endanum helst og sem að einmitt trufla mig núna sérstaklega vegna þess að Watchmen-serían er framhald af bókinni þannig að það hefði alveg ef hann hefði gert farið alla leið í copy-pastinu í Watchmen and Zack Snyder þá var ég hægt að horfa bara á hana og svo Watchmen-serían og það myndi bara ganga fullkomlega upp það áttur að sko einmitt dramaleg og þú veist hún er svona svolítið bölki myndin. Þannig að það er bara sumt sem translator ekki úr myndasögu í kvikmynd og það er það sem það átt að gera það er það sem að adaptation það er leikstjórinn tekur eitthvað og breytir því í kvikmynd og þar þarftu að breyta töluverðu á milli og það er galdurinn sko. Allt þessi form? Já, það er það sem að sko er mínusin við þessa gerð að kvikmyndagerð er það að þú ert ekki að setja ná mikið að sjálfu þér í myndina sem leikstjóri. However, þú veist, Sin City finnst mér ekki að hefði getað virkað öðruvísi nema nákvæmlega það copy-paste sem hún er, sko. Mér fannst hún svolítið merkileg, að því leitum til að því þú segir, hún er bara eins og teikmyndasagan. Já. Bara 98% eins og teikmyndasagan. Já. Og hún heiti Frank Miller Sin City. Já, bara Frank Miller líka neita að láta, ég man ég fór, sko, Comic-Con 99 og Frank Miller var þar og hann spurður hvað verður ykkur með Sin City mynd og það bara ekki nema ég fóð að gera það og hann bara greiðlega kjælt sig á þeim stað þá til að Robert Rodriguez þú færð að gera það, þú verður bara með en það var víst, þetta var svona hard sell að fá að með já, ég trúi því sko ég trúi því en Robert Rodriguez hann er svolítið svipar honum Corman að því leiti að hann gerir myndina sem hann vill gera hann gerir það hratt og oft einmitt verða það bara svona algjörur þvælur fyrir vikið en maður veit að hann gera það sko eins og hann vill gera það sko. Mér finnst hann áhverju leikstjóri að því að hann hefur gert slæmar en mér fannst Sin City geggjuð. Já, Sin City 2 ömurleg. Hún er hræðileg. Hvað klikkaði það samt? Hún er svo leiðileg. Ég fannst hún bara að vera mest, eins og þeir voru að flýta sér jafnvel og að böggaði mig að þeir fengu ekki Clive Owen aftur í sitt hlutverk sko. Já, bara Josh Brolin með eitthvað meika. Já, það sem meira var að sko sagan af þessum karakter Dwight er þannig að Dame to Kill For gerast undan The Big Fat Kill og Dame to Kill For þá Dwight karakterinn fyrst sköllóttur einkaspæjari alveg þá sköllóttur í bókinni og svo hann lamin í klessu og skilin eftir til að deyja svo lifur hann af og hann fer í lítaðgerð og kemur aftur sem annar gaur og hefni sín nýtt andlit alveg þeir hafa eftir að láta bara vera Brolin þá fyrst og láta hann breyta sér í Clive Owen það hefði verið þetta continuity trublaði mig sko. Líka mig, ég las samt að þeir hefði talað við Clive Owen og hann var að gera The Nick á þeim tíma okay. Þannig að hann var reyni bara upptíkin Akkurat. Ok, þá skiljanlega þurfti að gera það meikar sens Já, ef hann kemst ekki á kemst hann ekki en mér fannst það bara svo leiðileg þessi mynd Akkurat, hún er bara það er líka hjálpar ekki að þeir tóku 3 bestu Sin City sögurnar og settu í fyrstu myndina og svo var bara einhver afgangur þarna, þú veist, síðri sögur í mynd númer 2. Fannst þið Dame to Kill For ekki góð bók? Hún er góð bók, en mér finnst, ef ég ætti að velja topp 3 Sin City sögur, þá er það Yellow Bastard og fyrsta Sin City sagan og Hard Goodbye, Big Fat Kill. Og finnst þið Big Fat Kill betra heldur en Dame to Kill For? Já. Nei. Já, mér finnst það betri. Aha. Já. Ok. Ég veit ekki hversna, hún er náttúrulega miklu einfaldari. Það er eitthvað við þetta atrið þar sem að hann líkið hans Benicio del Toro er að tala, líkið á þeim karakter. Hún er opbóðslega einföld, en það er eitthvað svona smá, svona vestra fílingur í henni, sko. Og það voru alveg nokkrar sögurnar í nummer 2 sem voru frábæri fannst eiginlega besta sagan var þetta bara eiginlega undan upphafstillunum eitthvað lítil Marv saga sem var örugglega ekki fleiri en 7 blaðsíður ég man ekki svona eftir ég sá hana bara einu sinni já, það var eitt rosa flott atriði í Sin City 2 sem er einmitt þar sem Marv er að reyna að muna hvað gerðist og þá á manna var einhverju bílsleysi og þá fer sko bíllinn svona hugsaðan lítinn bíl sem fer í svona kringum hann
keyrir í kringum hann eins og svona, bara svona teiknumyndafuglar. Það er svo vel gert og það var einmitt þannig í bókinu og ég bara, ok, þetta verður góð mynd og svo hélt myndin áfram bara, já, nei, hún er ekki góð. Mér finnst hann klikka alls þar. Mér finnst líka bara Mickey Rourke. Hann var ekki eins og alveg í 2. Nei, það var bara eins og voru eitthvað að flýta sér. Já. Það var miklu meira hálfkák og svolítið mikið að reiða sig á. Kannski vegna þess að þeir eru gerðið nummer 1, þá voru þau bara ekki viss hvort þetta myndi virka og það er svoleiðis tilfinningar sem að þú veist, svoleiðis svona áhætta sem getur stundum hjálpað myndum en ef þú ert of safe þá allt í hennu einhvern veginn reynur ekki jafnvel vegna svona reiða þig á að sami galdur virki 2 svar. Mér finnst þetta sem með Sin City að því mér finnst það úrslega töff mynd, mér finnst allt töff við hana visuals, mér finnst karakterinn töff, mér finnst tónlistin töff og þeir vissu það náttúrulega ekki þegar voru að gera þetta, þeir eru bara svona vona svo kemur hún út og allir bara þetta er ógeðslega töff mynd maður, svo gera það 2 og þá gerist örugglega þess að tútutalum, þar sem þeir eru bara eitthvað svona tjekkja þessu, fannst ykkur þetta töff tjekkja þessu, þá verður þetta brastanlegt. Já, akkurat. Já, það er bara það. Það er svona maður sér stundum á myndum að það eru svona orðnar of góðar með sig, sko. Já, þetta verður tilgerlegt. Já, það verður það. Já, og þá er þetta ekki töff lengur. Nei. Þarf alltaf að vera, ég hef alltaf sagt að maður þarf að efast sjálfa sig. Mér finnst fólk verið of mikið að predika að trúa á sjálfa sig, það er gott að blessa, en líka efast sjálfa þig. Það gerir góða hluti líka. En er ekki galdurinn bara þetta jafnvægi? Það er jafnvægi, sko. Já, en það er sem er erfitt. Það er það sem er erfitt. Það er þessi skali sem að allir eru að vegast alltaf á, sko. Og er ýmsum birtingamyndum hvað var að geðsjúkdóma og svo leiðis. Einmitt. En hvernig, þú talar um Watchmen, ef við talar um Watchmen, hvernig varst þið serían? Geðvik. Djöld var hún góð, maður. Og ótrúlega góð. Maður er náttúrulega búin að setja þessa bók á svo háan stall og hún er svo heilög og þegar maður, þú veist, DC byrjaði ekkert fyrir svo lengur síðan að gefa út nýjar Watchmen myndasögur karakterina, Rorschach myndasögur og svo framvegis, þá fannst maður það að vera svolítið svona guðlast en síðan þegar öll er á botnum kvöld, ef að það er vel gert, þá er það ekki lengur guðlast, þannig að bara það má krukka í heilagri jörð ef það þegar þú að gera það, þá ertu, sko, það er svaka ábyrgð. Já. Þannig að takast að gera framhald að Watchmen sem að bara gengur upp og maður svona lítur bara, maður svona finnst eins og Alan Moore hafi samið það. Já. Mjög Alan Moore legt og hefur eitthvað nýtt að segja, alltaf er þessi fókus en bókin, þar sem að kannski er rauður þráður bæði í bókinni og þáttunum er það að það eru þessi skilaboð sem er svona samtíma skilaboð. Þú veist að taka eitthvað pólitískt í þeim samtíma sem að þetta er framleitt í og koma því áleiðis og þegar bókin var skrifuð þegar bara var kjarnorkuvá og allir voru hræddir við sprengjuna, það var skrítin stemning í mid-80s og með kalda stríðinu og bókin var bara það, Batman, Dark Knight Returns sem að Frank Miller gerði á sama tíma var líka það og síðan fara að gera Watchmen sögu í dag, þá þarf þetta að taka eitthvað á vá sem að hvílir á mannkyninu þá stundina og það er náttúrulega racial issues sem er tekið bara svo ógeðslega vel í þessari sögu og ekki skaða eða að að Black Lives Matter skildi gerast á sama tíma og COVID vegna svo allar grímurnar allir skildu að vera með grímu einmitt. Og bara það er ólöglegt að vera ekki með grímu og ég bara what? Þetta var gert árinu áður en það gerðist Mér veist að sú sería, hún kom rosalega óvart rosalega vönduð og gæði sem gerða hana mér finnst það svo áberandi því hann er búin að segja að ég ætla ekki að gera þetta meira þetta er bara mínu sería. Já, það er góður pól sko vegna þess að hann var með þessa hugmynd en hann er ekki með hugmynd fyrir 2. Já, gerði það breyna. Já, ef hann gerir 2 þá verður það forst. Nákvæmlega. En ég vissum að HBO er að fara að gera seríu 2 og ræður það bara einhvern annan í það. Já, hann sagði, Damon Lindelof, hann sagði ég vil endilega einhvern annar koma og leiki sér í þessum heimi, en það verður ekki ég. Nei. Ég er búin að segja mitt. Akkurat. Mér finnst það svo virðingavert. Það er mjög virðingavert, en það er einmitt núna eftir að honum sko
honum tókst þetta, það sem að hélt að vera ómögulegt fimmleika atriði að gera framhald af Watchmen. Núna mun ykkur sitja upp með það að þurfa að gera framhald að framhaldin af Watchmen af þessum 2 sögum. Það er erfitt. Ég sé ekki hvernig það er hægt, sko. Ég heldur gera það ekki, sko. En HBO til, já? Já, það þarf að vera eitthvað brilljant hugmynd, sko. En núna Alan Moore til dæmis, hann er bara búin að afneita held ég bara öllu þessu sem tengist einhverjum bíómyndum sem byggða hans verkum. Jú, hann er með mjög fastar skoðanir, hann hættir ekki við það sem hann ákveður, þannig að hann tekur ekki einu sinni greiðslum fyrir það sem hann gerir, sko. En er þetta ekki svolítið skrýðin kall? Jú, hann er stórfurðulegur, hann býr í Northampton í Breitlandi og er bara þar, ferðast eiginlega aldrei út fyrir þann stað, hann er galdrakall, hann stundar svona kukl og lítur á sig sem svona þorps, svona galdralækni Northampton. Þetta er ekki að tjóka? Nei, hann er sko hann veit alla svona laumu galdra sögu Northamptons, veit hvar svarta galdur splettirnir eru og svo framvegis og stundar þetta og skrifar ekkert nema brilljant myndasögur, hætti að skrifa myndasögur mjög nýlega og er að skrifa núna skáldsögur, er að koma út bíómynd eftir hann, svona einhver low budget. Leikstýrði hann henni? Veistu það? Ég held að leikstýrði henni á svipaðan hátt og Frank Miller leikstýrði Sin City. Já, ég skilji. En ekki byggt á hans myndasögu, heldur bara samið sem kvikmynd og það er líka einhver hans svona prinsip, sko, ef þú semur myndasögu þá er það myndasaga og það svona er hann aldrei á því, ef þú ert að fara að gera kvikmynd þá er það bara að vera alltaf önnur kvikmynd. Það er þá ekki lengur mitt dæmi. Hans nafn var á League of Extraordinary Gentlemen og From Hell og örgulega Konstantín og hann hataði það allt og hann sagði bara aldrei aftur og þá byrjaði allt inn að koma allt í lagi myndir. Því mér fannst Vífún þetta mjög góð. Já, mér fannst það að vera fínasta mynd, sko. Og það, spurningin er ef hún hefði komið undan hinum hvort að hann hefði værið í sama skapi, sko. Já, mér langar bara svo ógeðslega, sérstaklega til þess að Watchmen-seríuna. Mér langar svo geðveikt að hann horfa á hana. Já. Með opnum huga. Já. Skilur, þetta er vandað verk. Það var gaman að vita það. Hann tjáir sig ekki það væri náttúrulega, hann poppar upp í viðtölum hér og þar, sko. Pólitískur, þannig að hann svona einu skipti sem hann ratar á einhverja fjölmiðla þú veist, þessu síður, þegar ég heldur bara kringur síðustu bresku kostningar, þá var hann bara svona, ég veit að ég ekki þurfa að segja þetta, en ekki kjósa þá. En hann, ég held að hann unir sér bara sem einhver svona weird, gamall, galdrakalla, hasshaus í bresku þorpi, sko. Ég þekki dóttur hans ágætlega. Aha. Já, hún er líka myndasöguhöfundur og ég veit að alltaf, hún hlýtur að fá ómargar spurningar pappa sinn, þannig ég spyr hann aldrei úti. Nei, ég skilði þig. Ógeðslega leiðilegt alltaf. Er pabbi búinn að horfa á Watchmen þetta? En þú verður að komast að því núna. Já, ég skal fara á stúfana, sko. En við frá þetta, er langt sem sást hana, myndina? Já, ég sá hana kannski síðast fyrir svona 3-4 árum. En það er að koma 5. nóvember. Er ekki alltaf síður að horfa á þetta 5. nóvember? Það er endur ekki að síður að mér, það er góð hugmynd. Ég horfði á hana daginn, kannski mánuði síðan. Mér finnst mjög áhört að horfa á hana út af COVID. Já, akkurat. Því þar, þetta byrjar að það er 80.000 mann sem deyja út af vírus. Og ríkisstjórnin kemur inn og segir, hei, við skulum bjarga ykkur. Shit, alveg rétt, hún er rosalega topical núna, sko. Já, og bara borgarastyrjöld í Bandaríkjunum. Já. Akkurat. Það er rosalega skrítið að horfa hann í dag út frá þessu. Já, maður verður að gera það. Já, ekki spurning. Ég hef ekki séð hana svolítið, hún kemur 2005-06 cirka. Eitthvað svolítið, hún gerist 2020, er það ekki? Já, hún gerist í framtíðinni, ég man ekki hvað ára það var. Einhver náinni framtíð, ég man ekki, þú veist. Kringu 20. Mér finnst þess að ég las ekki stæðnilega, hún gerist 2020, sko. Ok, reyndar, ef það er málið. Það er ennþá skrýtnara. Ég þarf að googla það ekki með henn. En mér finnst hún eldast vel. Já,
Nei, hún er flott, sko. Ég meina, bókin er lengri, núansaðri, meiri smáatriði og svo en þeim tókst að gera kvikmynd. Þarna fannst mér vera gott adaptation. Þú tókst að gera kvikmynd sem stendur sjálf. Já. Og, tekur sögu, sagan alveg nógu einföld til að byrja með til þess að þjappa hana í það sem hún í kvikmyndinni. En mér finnst það mjög faithful og setur allt sem að þurft að vera, þannig séð. Allt sem að mikilvægastu punktarnir í bókinni í myndinni. Mjög sammálaður. Finnst þú fá, að þú ert svona teiknumyndasögu gæi og aðdáandi, finnst þú fá frá fólki, kannski ekki mynd fordóma, en svona eitthvað, ertu að lesa það? Hvernig nennir því? Áttu við, ertu að lesa myndasögur? Já. Nei, það bara búið. Já. Mér finnst það hafa bara verið, sko, maður svona faldi það þegar ég var að Hagaskóla. Ég vildi ekki vera barinn. I'm pretty open-minded, nema, ég nenni ekki að vera lamin. Ég skil Nei, maður bara, sko, náttúrulega var ókslega viðkvæmur og þóði ekki að sýna neitt þá. En síðan, sko, svo fór ég bara í LHÍ stuttu eftir, svo 2 árum eftir útskrift, svo 99, og þá var hvort þið bara furðufuglarnir farað þangað og það var eiginlega engin svona popkultúr ofurhetjunörd þar, en þá var ég bara sá gaur þar. Já, ég skilji. Það var svo fínt identitet til að hafa, sko, nörda identitetið í LHÍ, þá var ég að representa, sko, þá hlið af list, sko. En svo sem fyndi að því í dag, það í lagi innan gæsalappa að fara á Marvel-myndir. En ef ég segja að ég les samt líka teiknumyndasögur, minnst ég samt ennþá fá svona smá eitthvað hana, já, það? Já, nei, ég veit það ekki, það fyrir kannski bara eftir við hverja, sko, maður talar. Ég, náttúrulega bara umkringdur einhverju nördum og treflum. Sem kunna með þetta eins og þú? Já, eða þú veist, það alveg, sko, það sem að ég hef líka, sko, haft fjölmiðlar hafa samband við mig, þú veist, þegar Stan Lee dó, þá mætti ég á Rás 1 í eitthvað við til að tala Stan Lee, þannig að þetta orðið svona, maður svona go-to eitthvað sérsvið hjá manni. Já. Og það alltaf ykkur ákveðin virðingi því og og svo bara, ég veit ekki, ég tek ekki eftir ef það ykkur sem fyrst að skrítið, sko. Nei, auðvitað mann alveg sama, mér finnst bara svo áhugavert, að því mér finnst bara svo margar góðar sögur í teiknumyndasögum. Já, það vissulega þá ég alveg var við, þegar þú segir það, þá alveg, ég var við á, í minni, sko, svona af einhverjum Facebook-vinum sem bara svona, þetta náttúrulega, það svona ákveð snobb og ég eiginlega þegar einhverjir með snobb gagnvart þessum kultúr, þá fæ ég bara svona eiginlega svipa á fordóma gagnvart í fólki. Ég bara svona, já, mikið þú að veita það ekki. Veist, þetta náttúrulega, þú veist, ofurhetjur algjört tyggjó og hambúrgarar, en tyggjó og hambúrgarar órjólegu hluti af okkar kultúr og síðan bara ef maður ætlar að dýfa onni þetta, þá kemst maður að bara rosalega intellektuál hliðum, sko, ofurhetjur bara áframhald af því sem við köllum í gamla daga trúarbrögð, sko, voru með Þór og það voru bara, sko, norræna goðafræðin bara eitt stórt Avengers og sömulegis gríska goðafræðin og allar þessar fjölgyðistrúr. Leðilega við einmitt engyðistrúr, það svolítið boring, það ekki nógu margar ofurhetjur. En meiri sagði, sko, í biblíinu, þá bara með Nóa, hann með risastórt skip, Móses, hann getur splittað haf og svo fram, það fyllt á ofurhetjum þarna, sko. Þannig að þær eru þarna líka, sko, og með þess að kaþólska trúin var bara, ok, vegna þess að það var fyrst Rómaveldi og bara, núna kristni í tísku, þannig að við þurfum að taka það, en hún svo boring. Þannig að þeir byggu til allar þessa dýrlinga. Ok, það nýju ofurhetjunar. Og það þú veist, Jólasveinin, hann var til úr því. En svo má líka ekki gleyma. Hann ofurhetja. Hann ofurhetja. Hann sama power Þór. Hann með alltaf sama faratæki. Já, góða punktur. En það má ekki gleyma því líka, að myndarsögur, þetta ekki bara ofurhetjur. Nei. Skilur, þú getur fengið, þetta svo ég uppbóðast teiknumyndasaga mín, bara allra tíma 100 Bullets.
Já, hún er æðisleg. Mér finnst það bara geggjusaga. Já. Þetta er bara krimmasaga. Það er krimmasaga. Það er einmitt það sem ég bara hissa er ekki búið að gera eitthvað HBO-seríu, sko. Ég bara skil það ekki. Það er líka, sko, það eru svona, ég reyna að halda mig við þær svona seríur, sko, sem að Vertigo-seríurnar sem að Image Comics er svolítið búið að taka við þeim kyndli núna. Image eru heldur góðir. Þeir eru orðnir eiginlega nýja Vertigo, sko. Já, er ekki Vertigo eiginlega bara búið? Ég held að það sé bara ekki lengur til. Ég bara tókum... Heldur það að lagta bara niður? Ég held að tókum John Constantine og alla þessa karaktera og settu það bara í DC heiminn. Já, einmitt. Já, þar er ekki... Þú veist, það Why the Last Man sem að... Það er Vertigo líka. Já. Það er geggjusaga. Hann er þetta geggjaði penni líka. Gæði sem gerir það. Já, Vaughn. Hann er geggjaði. Já, hann gerir Saga. Já, það er geggjað. Ég er ekki búið með það, en það er geggjað. Já, líka, já, eftir að klára. Það er ekki alveg búið. Það er búinn fyrsti bálkurinn. Það er hérna... Þetta er ekki búið. Phase 1 er búið. Já, ég held ég búin að lesa ykkur 5-6 bækur. Já, það er brjálæðislega gott og hans stuff er frábært. Ég nýbyrja að lesa eitthvað sem heitir Paper Girls. Það byrja vel. Það byrja rosa vel. Það er svo Stranger Things nema Actually Stranger. En það er komið þættir? Það er komið þættir. Paper Girls? Ó, geggjað. Ég held að séu örgla þættir frekar en einhverjum bíómyndir. Já, það ætti líka að gera það, sko. Já. Fyrst þegar ég heyrði að ætti að gera Why the Last Man bíómynd, þá bara nei, það verður að vera sjónvarpsþættir. Já, sammála. Og þetta allt þetta, þessar myndasögur eru svona í rauninni það mikilvægasta sem er að gerast í myndasögum í dag. Ofurhetjurnar eru þarna og það verða þarna á kantinum, sko. Það er bara ákveðin deild. Þú veist, eins og krimmar verða alltaf til, ofurhetjur verða alltaf til. Já. Og þannig að ég held að, sko, það er hægt að þú veist, það hefur mikið verið kvarta yfir og ofurhetjur að taka yfir. Ég held ekki. Ég held að bara á meðan þær eru til, þá mun það opna dyrnar fyrir öllum skrýtnu avantgard myndasögunum. Þannig að það er svona nauðsynlegt og hefur alltaf verið þannig. Það hefur alltaf poppið hefur alltaf þurft að vera til þess að eitthvað, þú veist, punk er ekki punk nema að sé til pop. Já. Það þarf að vera eitthvað sem er fuck you pop. Punk væri ekki punk eða geti ekki sett fuck you pop. Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta er balans, sko. En ef ykkur kemur tíðin í dag og væri bara svona, hauleikur, ég er ekki búin að lesa neina teiknimyndasögur, en mér finnst gaman Marvel, ég hef gaman að góðum spennumyndum og hasamyndum og eitthvað. Er einhver teiknimyndasögur sem þú mæla með að sá einstakling myndi kíkja fyrst? Já, bara, eitthvað sem segja þetta aftur. Sem eru aldrei lesið teiknimyndasögu. Já, en fílar Marvel er að spá kannski bara í einhverju teiknimyndasögu. Já, það er ekki þar ofurhetjudót. Hann kannski, þessi einstaklingur fílar Hasar eða Krimma eða eitthvað. Er einhver svona saga? Ég held að bara, saga, ef að fólk spyrir mig núna, þá er það eiginlega það sem ég minnist á fyrst. Það böggar mér svolítið að hún heitir Saga. Að skrítið fyrir Íslendinga. Já, þú verður að tjekka á sögu. Það er saga sem heitir Saga. Já, sammála. Þannig ég kalla alltaf bara Saga. Og ég myndi mæla með því vegna þess að það er bara með fyrst, þú ert húgt eiginlega strax. Það er sko svo skrítin heimur, það er svo velteiknað, en síðan er það svo human. Karakterinir tala eins og karakterar í uppáhald sjónvarpsþættinum þínum. Sko. Og þeir eru fyndnir líka. Já. Þetta eru finna bækur. Já, ég myndi mæla með því. Hvað er ég að lesa? Ég er að lesa, sjána til, hvað er ég að lesa þessa dagana? Paper Girls. Og ég var að byrja að lesa eitt sem heitir Money Shot. Hvað er það? Það er erotist sci-fi. Gott? Já. Ok. Það, Er það image, eða? Nei, en það er svona image-legt, sko. Það er sem sé gerist í náinni framtíð þar sem að ríkisstjórnir eru of uppteknar sjálfar sér og bara ríkisstjórnir eru bara það er augljóslega skot á bara núverandi Bandaríkjastjórn, sko. Og það er að leiðandi, þú veist, fer engin peningur í hluti sem skipta máli eins og NASA. Og þannig að það er geimvísenda fólk sem er bara að reyna að finna spons fyrir sína rannsóknir og vegna þess að það er í þessum heimi er búið að komast að því að það er líf á öðrum hnöttum. Líf á öðrum hnöttum er búið og uppgötu okkur og það þurfti bara að skoða okkur í smástund til að segja nei,
ekki meðan þið ætlaði að láta svona. Þannig að þeir sem að vilja kynna sér lífæðurhnöttum, þau þurfa að fá spons og þau gera það með því að gerast klámmyndastjörnur. Ég var að bíða til hvað þetta ekki kemur inn í þetta. Og þau fara á borð, þau ferast á milli pláneta og rannsaka aðra plánetur, en í leiðinni sofa hjá geimverum og taka það upp, setja það á netið og hala inn like-penningum og hafa þannig efni á næstu geimferð. Ok, ég verða að tjekka þessu. Þetta ógeðslega flott, sko. Þetta mjög body positive, mjög sex positive, gender positive. Ok. Þannig að þetta alveg, þetta basically full on erotík, alveg mjög klámfengið, en á saman tíma fullt af flottum skilabúðum, sko. Lastu Sex Criminals? Já, ég eftir að klára það. Ég las fyrstu bókina og svo eru alltaf langt sín ég las hana. Ég held ég sé búin að kaupa allar bækurnar. Þetta eitt af þessu sem svona, ég mun taka í næstu COVID-bylgju, sko. Ég held þessi búið. Eða hvort það sé að klárast. Ég las fyrstu 3 mér finnst það geggjað. Ógeðslega. En ég hugsa að ég ætla að bíða þetta búið, svo ætla ég bara að lesa frá byrjun. Já, ég ætla að gera svipa. Það er það er svo flott koncept. Það er bara, já, fólk, þegar það sem gæti eiginleikum að þegar það fær fullnægingu, þá fyrir heimurinn á pásu. Já, stoppa tíma. Og það byrjar að ræna banka. Þannig að það er alltaf að ríða rétt fyrir utan bankan. Þetta er hljóma fáránlegt. Þetta er alveg fáránlegt, en þetta er sex criminals, maður bara, það hljóma dubious. Nei, literally. Málið er, ef ég sé að Image er að gefa eitthvað út, þá er ég alltaf tilbúin að tjekka á því. Já, þau eru með góða stefnu í gangi, sko, og það er líka annað sem ég var að lesa daginn sem heitir Crowded. Ég þekki það ekki. Ég held ég sé bara komin ein bók og gerist í heimi þar sem að allt er crowdsourcað og þar að leiðandi í gegnum einhverja laga loophólur getur þú löglega sett svona getur löglega látið drepa eitthvað sem þú þolir ekki. Þú fyrir að býta til svona crowdsourcar legumorðingja. Þetta er líka fáránlegt. Ef að nógu margir hata þig, þá gæti einhver hugsa, fuck it, ég ætla að fara á Reaper, sem er app, og bara skrá þannig, bara þessi, ég ætla að setja $5 ef drepa þannan, og þá kannski bætir ykkur við og það fyrir pott, og svo kannski komin $1,000,000 á þig, og það er bara svo margir sem þolaði ekki, og svo eru bara fleiri, bara hei, þá byrja allir sem eru skráður á Reaper, heyrðu, ég get fengið $1,000,000 ef ég drep þannan, þá bara allt í niður allur heimurinn á mótið þér. Er það spenna, hasar? Þetta er spennu, hasar, grín, gaman, ádela, og fjallar stelpu sem er eitthvað svona valley girl, er svona, skemmtista drottning, oh my god, þessi típa, og er hún aðal? Hún er aðal og hún og síðan hún fer sjálfa app og finnur sér verndara, sko. Þeir eru líka, þú getur farið á app og fengið þér allt, sko. En þurfi ekki þá fleiri að taka þátt í því að redda henni verndara? Er búið að leggja púk? Hún þarf einmitt að finna verndara sem að, hún þarf að borga eitthvað x á tíman, þetta er allt saman rosa mikil svona crowdsourcing app-vísindi. Ég er bara búin að læra veruleikan með því að lesa hennar skáldskap, sko. Já, það. Og það er mjög skemmtilegt. Ég er búin að lesa fyrstu bókina í því og þetta eru, allar þessar sögur sem við erum minnast á, þetta er allt sögur sem einmitt bara, manni líður eins og maður sé að horfa á uppáhalds HBO þáttinn sinni eða Netflix þáttinn sinni. Þetta er góða sögur. Og það er skemmtilega við myndasögur þar eru svona eins og kvikmyndir fátækamannsins. Þú getur gert, ef þú ert bara með nógu góðan teiknara, eða þú ert nógu góð teiknara og nógu góður sögumaður, þá getur þú gert hvað sem er í rauninni, bara takmarkast eftir hugmyndaflugi þeirra sem gera bókina og þannig að þá verður þetta bara, þú veist, myndasögur eru eins og bara blueprint að frábæru sjónvarpsefni, nema að það þurfa ekki að verða kvikmynd, sko. Nei, og tölvöld ótrúlega að gera, þannig að menn eru ekki að taka meiri sénsa. Já. Og það sem ég finnst alltaf gott við svona þegar maður var reyðari ef að gerði kvikmynd eftir myndasögu og sérstaklega í gamla daga þegar það urðu eiginlega undantekningarlaust lélegar þá var maður bara fúll
að klúra þessu, en núna ef að kemur mynd sem ég er ekki sáttu við byggð á myndasögu sem ég elska, þá var ég bara það skiptir enga máli, já, ennþá myndasöguna hún er þarna ennþá, hún skemmtist aldrei Nei, sammálaður og það er bara orðið viðhorfans til bíómynda, þú veist eins og maður er búin að kalla myndir viðbjóður og drasl hérna, en maður kallar það bara svona, já, hún var algjör viðbjóður en ég er löngu hættur að vera viðbjóður Já, pirraður, alvöru reiður drasl, það var drasl svona reiður Ég er samt við ekki það, ég fell stundum í þessu grifju og ég lappa kannski út í bíó og ég er bara svona virkilega pirraður Já, maður bara passa sig á því ég var eitthvað svona, ég kom með eitthvað prinsip það sem bara, ef ég verð reiður á bíómynd þá er ég að díla, það er eitthvað sem ég er að díla við, sko það er enda rétt, eftir sem að eldist líka þroskast þá er maður minna reiður En last þú Sweet Tooth? Herðu, ég las Sweet Tooth, einmitt, fyrstu bækurnar, það er að fara að vera þættir Einmitt, ég samt að nefna það Ég er spenntur fyrir því Ég er mjög spenntur fyrir því, það er einmitt ég er að gera upp yfir mig hvort ég eigi að klára að lesa það eða bara eigi að fara í þættina, sko Ég bara býð þáttunum Já, en þeir fara líklega þá leið eins og við gert bæði við Boys og Preacher og annað að gera sína eigin sögu, sko, vegna þess að búum í spoilera heimi þannig að þú ert eins og þú veist þegar Preacher ákvað að fara alltaf aðra leið heldur en bækurnar en bara halda þessu Preacher legu það fannst mér skemmtilega faithful vegna þess að þú vissir ekki hvað myndi gerast en þú hafðir svona gaman að þig á svipaðan hátt þú férst að hafa sami splatter closet humor og var í bókunum, sko En eins og með Preacher, því að mér varst bækurnar geggjaðar Ég gafst upp á þáttunum mér fannst það bara ekkert skemmtilegt Varst það fíl það? Já, var sko fyrst þegar ég byrjaði að ára fyrstu sér á Preacher þá var ég bara, já, þetta var ekki svona þá hvað tel ég fattaði nei, þeir eru bara að gera þetta allt öðru þetta er önnur skepna en svona meira svona eins og homage til Preacher, nota karakterina og setja það á öðrum stöðum inn bara svipaður raunin með Marvel og allt svoleiðis, þú veist, það eru söguröðnar sem eru lauslega byggðar á sögum í Marvel nema þeir breyta því fyrir kvikmyndina Gera svona sitt spinn það gera verkum að þú getur heldur ekki flett upp hvað gerist næst Nei, en ég til náttúrulega svo 100 Bullets, ég vona að gera það ekki ég vil fá bara söguna Já, það er hægt að fara þess að báða leiði, sko Já og það er bara rauninni eitthvað listræn ákvörðun, mér finnst eiginlega báðar aðferðir betri, sko það er einmitt líka, en ég held að líka hjálpaði mér með Preacher, það var rosa langt síðan, ég hafði lesið þessar sögur örugglega 2-3 í gegn, en þegar þættinu komið þá voru örugglega liðin áratugur síðan ég hafði lesið það. Já, ég skil þig. Þannig að fjarlægðin gerði það verkum að það var sumt sem að gerast því að bara, ég man ekki hvort þetta gerist í bókinu eða ekki. Og varst kannski ekki eins harður. Nei. En eins og Boys, hvernig er þetta fílað þá þætti? Bara ógeðslega vel, sko. Mér finnst ég las þetta ekki mikið af sögunum, ég las kannski 2 bækur. Mér finnst þættinni betri. Já, ég get bara tekið undir það, sko. Þeir eru betri. Já. Það er vegna þess að myndasögurnar voru miklu meiri skrýpa. Það var miklu einfaldari ádæla. Þeir voru bara fuck overhitjur og that's it, sko. Einmitt. En þarna í náttúrulega drama þá ertu að bæta við leikurum og svipbrigðum og svoleiðis og þá gengur sá einfaldleiki ekki upp, þú veist. Þannig að þau þurftu að bæta við óslega miklu í þættina og gerðu það þar að leiðandi miklu dýpra. Mér finnst líka Garth Ennis sem að gera þetta. Já. Hann er svona hit or miss hjá mér. Ég ætla þú væntanlega lesið Punisher sem hann gerir. Já. Ég elska það. Já. Mér finnst bara svo sá karakter hann bara búið til fyrir Garth Ennis. Já, hann er alveg, sko, fyrsta Punisher, sko, þá ger hann það í Marvel heiminum, þar sem að, þú veist, byrtust, Daredevil á kantinum og Spiderman ef maður rétt. Svo gera Max. Og svo gera Max það sem að bara Punisher í veruleikanum. Já. Og þar er Punisher, það er besta Punisher sem ég lesið, sko. Ég líka. Bara trublað. Ég les það reglulega, ég hugsi að lesa það svona einu svona ári, annarkvært ár. Já. Allt rönnaðis. Það er svo auðlesið og bara svo mikill blóðþorsti í þessu, sko. Það er bara ekkert verið að afsaka karakterinn, bara nei, hann er svona, hann er obvísli skrýmsli. Og hann er búin að drepa 2000 manns eða. Ég dýrka þá sögur. En hann til dæmis, Garth Ennis, mér finnst hann stundum eins og með Boys. Þetta var einu og mikið einhverju tippa, hann er með stórt tippi sem gaur. Hann dettur í
hann dettur mjög auðveldlega í klósettúmurinn og ég get ekki mikið sagt þegar ég get ekki hvort þú veist hvað Já, þú fílar það ég meina þú veist, það er ekki eins og ég hef ekki endurtekið mig 100 sinnum þegar ég kemur að tippa á kúkabráturum ég gengst alveg við því þannig en kannski í mínu tilvikið þá eru hvort þeir spýtukallarsögur og eitthvað annað ég á einhverjum leikvelli það sem má vera astnalegur eða eitthvað en hjá Garth Ennis þá sko mér finnst það skemmt, hann rosa góður í horror og rosa góður þegar að skrifa Hellblazer Last þú, gerði hann ekki Crossed líka? Jú, já, akkurat Það var súrt Það var súrt Þegar ég heyrði eitthvað tímann að þetta gera þætti eftir Crossed, ég bara hvernig? Þetta er það ógeðslegasta sem ég les Þetta er mesti horror sem ég séð Svo ýmsir hafa skrifað Crossed sko, ég held að Lapham sem gerði Stray Bullets Nú, var þetta ekki bara Ennis sem gerði það? Ennis byrjaði, en síðan hafa hinn og þessi skrifað sögur, Crossed sögur En var þetta ekki hans saga? Hann kreator það ekki? Jú, hann kreataði hann heim, hann bjóð til þessar zombjur en síðan hafa Alan Moore hefur skrifað Crossed Hann skrifaði eitthvað Crossed sem heit Crossed 100 eitthvað sem gerist 100 árum síðar Já, þú meina það? Já, eitthvað slis og svo saga ég byrjaði að lesa hana og bara þannig Alan Moore ekki að dumbing himself down á neitt hátt ég þurfti að lesa þetta bara hægt hvað er að gerast hann bjóð til tungumál basically vegna sem gerist 100 ári í framtíðinni og þá er bara mannfólki búið að búa til sitt eigið tungumál nánast og ég var að lesa það bara, þetta er erfitt en það var mjög gott sko. En það var einmitt minn Lapham saga sem að Crossed saga sem ég las og mér leið illa eftir hana það var bara, þetta er svo bara eimd þessi skrýmsli eru svo vond bara, og einmitt það kom fram þarna í fyrstu Crossed sögunni það var einhver innri díalóg enda personar þar sem á að skilgreina þessar zombíur bara, þær eru allt það slæma við mannkynið allar ógeðslustu fréttirnar svo heyrir úr fréttunum hvað mannfólk getur vont sett bara í þessi skrýmsli og maður bara, ái hvernig þarna er mitt sko munurinn á myndasögum og kvikmyndum hvernig var hægt að yfirfæra þetta í kvikmynd að þess að kvikmyndin eru bara ólögleg Já, einmitt, nákvæmlega að flott að enda þessu hulgu Takk kærlega fyrir að koma til mín Takk fyrir mig